Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að peningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og sem fyrir umsjónamaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Viðmælandi þáttarins í dag Eiríkur Ragnarsson, hagfræðingur, Twitter-stjarna og höfundur bókarinnar Economics. Velkomin Eiríkur. Þakka fyrir. Áður en við ræðum bókina þína og svona þínar pælingar þessi mál, þá langar mig að bregða aðeins út á hannanum og lesa pistil sem Már Wolfgang Mixa skrifaði í Viðskiptablaðið fyrir skemmstu. En bara, Már var viðmælandi í leitina að peningunum og hann var viðmælandi í vinsælasta þætti leitarinnar að peningunum frá upphafi, hvorki meirinni minna. Það var 2 klukkutíma yfirferði yfir fjárfestingar og svoleiðis, þannig að það greinilega mikill áhugi á því. Og þá svona viðeigandi að koma inn á þennan pistil því hann fjallar einmitt fjárfestingar og ber titilinn fjárfestingarstefnur í dag, í gær og á morgun og hefst á lesturinn. Meginþungi fjárfestinga hjá fólki ætti að liggja í leiðinlegum fyrirtækjum. Varasamt að fylgja hughrifum í fjárfestingum. Þetta svona yfirskriftin sem dregin út úr þessum pisli. Fjárfestingarstefnur hafa sögulega tekið litlum breytingum. Algengt viðmið í gegnum tíðina hefur verið að fjárfesta í kringum 40% í skuldabrifum og 60% í hlutabrifum. Önnur þumalputtaregla að fjárfesta jafn mikið magn í hlutabrifum og 100 mínus aldur hvers og eins segir til Samkvæmt því ætti 30 ára gömul manneskja að hafa 70% sparnaðar í hlutabrifum en 60 einstaklingur einungis 40% í hlutabrifum. Gullnu reglurnar, píramídi. Hvað sem öllu líður hefur meginreglan verið svo að fólk, sérstaklega þeir einstaklingar sem eru komnir yfir 50, eigi að hafa meginþunga fjárfestinga sinna í frekar örugum fjárfestingum. Stundum hefur þessu verið lýst sem píramída, þar sem stærstur hluti fjárfestinga skilgreindur sem örugur, eins og skuldabréf og bankainnistæður, svo einhver hluti í minna örugum fjárfestingum eins og hlutabrifum og svo að lokum agnarbrot í því sem kalla megi áhættufjárfestingar. Núverandi ástand, öfugsnúin píramídi. Þessi stefna hefur gefið mikið eftir undanfarin ár og þá sérstaklega síðustu 12 mánuði. Segja má að margir fjárfestar hafi snúið píramídanum við og hafi nú mestan þunga fjárfestinga sinna í áhættusömmum fjárfestingum. Einhvern hluta í miðlungs áhættusömmum fjárfestingum og eiginlega ekki neitt í örugum fjárfestingum. Það ef til vill ekki furða því að áhættufjárfestingar hafa veitt bestu ávöxtun síðustu 12 mánuði. Stór ástæða þessara breytinga Robinhood sem orðin vinsælasta gáttin í Bandaríkjunum varðandi fjárfestingar og sérstaklega hjá ungu fólki. Það kostar ekkert að kaupa og selja bréf. Það mikilvæg skýring á því að veltan hjá Robinhood fjárfestum margföldu velta annarra fjárfesta. Þetta tel ég að hvetji fjárfesta til að veðja frekar á skammtímasveiflur oft byggt fyrst og fremst á hughrifum sem koma til dæmis fram á samfélagsmiðlum í stað þess að taka ákvarðanir sem mótast af skynsamlegri nálgun af framtíðar hagnaði og áhættu tengdir í slíkum fjárfestingum. Stemmingin í dag á meðal slíkra notenda umhugsunarverð. Margir aðilar eru að fjárfesta í rafmyndum innan svega, hér ég ekki að vísa í rafeyri og fyrirtækjum sem ég tel að flestir hafi litla þekkingu á. Ég hugsið til dæmis yfir því hversu margir fjárfestar átti sig á því að fjárfestingar í Bitcoin jafngilda í raun þáttöku við að styðja ólöglega starfsemi, þar sem slíkir peningar eru ekki rekjanlegir. Innan svega, því til viðbótar, í allri umræðu grænar fjárfestingar Bitcoin framleiðsla innan gæsalappa að eyða gífurlegri orku sem betur væri nýtt í aðra framleiðslu. Satt best að segja hefur mér ekki liðið eins mikið og ég innan gæsalappa væri ekki að ná þessu í jafn miklu mæli síðan .com árin 1999 til 2000 þegar Nokia, Yahoo og America Online eða AOL voru fyrirtæki framtíðarinnar. Sumir sem lesa þessar línur muna ef til vill eftir því að slíkar fjárfestingar reyndust vera glópagull. Fjárfestingastefna í dag, mestur þungi í leiðinlegum fjárfestingum, í leiðinlegum hlutabrifum fyrirgeðu. Nú, þegar ríkisbréf veita í besta falli 0% ávöxtun í flestum löndum margir farnir að efast að 40-60 skiptingin á skuldabrifum og hlutabrifum eigi lengur við. Mikið rætt að fjárfestar þurfi nú að setja meiri peninga í hlutabrif en áður vegna þess hversu lág ávöxtunarkrafa skuldabrifa sé. Margir sem lesa slíkt stökkva væntanlega á tæknivagnir og fjárfesta þannig í framtíðinni. Vandamálið að á tímum þegar Robinhood fjárfestar hafa jafn mikil áhrif á gengi hlutabrifa og raun ber vitni freistast margir til að fjárfesta einfaldlega í fyrirtækjum sem mest eru í fréttum, burtsið frá rekstri fyrirtækjana eða raunhæfum væntingum. Þó svo að framtíðar ávöxtun ríkisbréfa sem væntanlega slök ekki þar með sagt að engir fjármunir eigi að liggja þar. Þetta á sérstaklega við ef verðbólga verður neikvæð eftir nokkur ár. Að samanskapi óskynsamlegt að fjárfestingasöfn líti út eins og öfugur píramídi. Sé litið til markaðsvirðis og vænts hagnaðar fyrirtækja í S&P 500 vísitölunni ávöxtunarkrafa gerð til hlutabrifa í
kringum 5%. Á tímum þegar ávöxtunarkrafa gerð til ríkisskuldabréfa með gjalddaga eftir 30 ár tæplega 2,5% eðlilegt að meiri vikt sé í hlutabréfu en 40-60 hlutfalli gefur til kynna. Fyrirtæki í slíkum söfnum ættu hins vegar að vera blönduð og endurspegla efnahagslífið frekar en aðeins tæknigeirinn. Meginþungi fjárfestinga hjá fólki ætti því að liggja í innan gæsalappa leiðinlegum fyrirtækjum en einhvað síður með einhvern hluta í stöndugum ríkisbréfum og lítinn hluta í framtíðarfyrirtækjum sem eru þó í dag mörg hver dýru verði keypt. Því má við bæta að þessi innan gæsalappa leiðinlegu fyrirtæki eru flest hver að umbreytast í tæknifyrirtæki. Má í því sambandi benda á að fyrirtæki eins og UPS og FedEx í aðfangastjórnun hafa varið gífurlegum fjármunum í að uppfæra tæknigetu sína sem í dag skapar þessa auknu framlegð. Að mínu mati ætti að breyta stillingunni úr 60-40 yfir í 70-20-10 þar sem fjárfest er 70% í hlutabréfum leiðinlegra fyrirtækja, 20% í skuldabrjöfum og 10% í áhættusömmum fjárfestingum. Svo mörg voru þau orð. Hvað finnst þér þetta, Eiríkur? Þetta bara virkilega áhugavert og virkilega gott að mínum mati. En það líka mjög áhugavert með varðandi þetta Robin Hood æði. Að ég las einhvers staðar að sérstaklega í COVID þegar fólk hafði ekkert að gera eða var mikið heima á sér að þá var þetta bara einhvers konar áhugamál sem ótrúlega furðuleg pæling og gerði þá má deilum það kannski hvort þetta hefur raunverulega verið fjárfesting eða bara fjárhættuspil bókstaflega og það einmitt, bara svona hlutatekna sem fólk eyddi í mat og drykk og ferðalög og whatever versus hvað eyddi í að fjárfesta í hlutabrjöfum á til dæmis Robin Hood að það einhvern veginn bara svona það bara fór út úr gluggan það var bara akkurat öfugt skilur og það verður mjög áhugavert að sjá held ég á næstu svona kannski 2 árum eða kannski bara bara næstu 6 mánuðum maður veit það ekki eftir hvernig ástandi þróast hvort að þetta snúist við og það var einmitt í tengslu við Robin Hood og svona dæmið með GameStop sem að gerðist bara fyrir einhverjum mánuðum þar sem að fólk bara keypti rosalega mikið af hlutabréfum í fyrirtæki sem að gekk bara mjög illa og bara keyrði upp verðið í því og þannig að maður fer svona að velta fyrir sér býtu hvernig virkar skilvirkni markaða og allt þetta er þetta ekki að fara að setja allt úr skorðum með svona hluti, eða getur gert það? Ég finna GameStop kom bara aftur niður skilur þetta fór bara eitthvað svona rögl og náttúrulega þessi svona gamla góða efficient markets hypothesis átti ekki alveg við kannski þarna en einhver síður þetta kom svo bara aftur niður þetta félag það er alveg jafn illa statt í dag það er jafn lélegt að vera með útibú að selja leiki í dag það var áður og sama með bílleguna Hertz þetta var nákvæmlega saman að gerist þar nema þá bara var þetta ekki svona collective action þar sem allir fóru saman að kaupa til að hækka verðið en þá einhvern veginn myndaðist bara eitthvað svona fransi með Hertz og þeir einhvern veginn bara hækkuði verði en ef þeir voru ekki bara komnir í gjaldþrot þegar það gerðist þannig að fyrirtæki áttu engin og hlutabréfin voru í raun orðin verðlaus eða voru bara alveg að verða það og svo bara urðu verðlaus aftur þannig að þetta er ekki það er ekki hægt að halda þessu við þannig að þetta enda bara sem einhverja tilfærslur á þeim sem keyptu í upphafi og seldu svo einhverju sem að keyptu á topnum svona píramídadæmi það hljóma liggur við svona eitthvað píramídadæmi eða svona einhver svindl algjörlega ég meina þetta er svona það er ábyggilega engin eitt sem hefur nóg mikil áhrif kannski en ég veit ekki en það er ábyggilega fáir sem hafa nægilega mikil áhrif á hegðun annara til þess að geta skipulagt þetta sem eitthvað samsæri en það er náttúrulega kannski fyrir tilviljun einhver sem bara ég bara ætla að græða á þessum sökkur skilur þannig dótt það er ekki gott því það kemur fólki bara mjög illa nei og líka bara einhvern veginn leiðinlegt boring er bara ótrúlega óvinsælt í dag en boring er bara ógeðslega mikilvægt líka bara að vera bara ég kaup mér ekkert ég hef aldrei keypt mér áhættu sama fjárfestingu á ævi minni bara ekki eitthvað brjálæðislega mikið sparifé og sé eitthvað mikið að fjárfesta eitthvað en ég bara nenni sér ekki tíminn er ekki þess virðir ef þetta er ekki míns tíma virðir þannig það er ágætt að finna sér aldrei svona
leiðinleg fyrirtæki og leiðinlegt í þessari þú veist, ég skil þetta þannig að leiðinlegt sé þú veist, þetta eru fyrirtæki sem bara sinna sínum rekstri, eru bara með eðlilega starfsemi og bara hafa sína tekjur og sín gjöld og sitt starffólk og sína vörur og bara malla, en ekkert í fjölmiðlum og ekki á TikTok og Reddit hérna eitthvað. Þetta er svona Warren Buffett fyrirtæki eitthvað svona, þetta er svona eitthvað svona þú veist, raforkuframleiðendur eitthvað sem að reka innviði einhverja og þú veist, Coca-Cola í, þú veist, eitthvað svona en þú veist, en það er samt fáránlegt að segja að, þú veist, þetta séu leiðinleg fyrirtæki, ég meina, þú veist, það er ekkert leiðinlegt að búa til rafmagn, þú veist þú veist, ég get alveg, þú veist, þú veist, og það er ekkert leiðinlegt að búa til verðmæti, skilur en þetta er ekki eins og SpaceX, það sem er einhver bara maður sem maður heldur stundum að sé bara eitthvað sturlaður sem er að tísta á eitthvað og segja einhverja mjög svona, þú veist, rockstjörnulega hluti og fyrirtækið hoppar og skoppar og Tesla náttúrulega líka eftir þessum manni. Já, hann er náttúrulega algjörð sko bara það er bara mjög áhugavert atriðir, allt það, þú veist, ég bara einhvern veginn svona ég botna ekkert í því sko, þú veist, en ógeðslega spennandi að kaupa eitthvað, þú veist, bílaframleiðanda sem er eitthvað að gera eitthvað ógeðslega cool bíla, skilur en veist, það er samt alveg bilun, veist, kannski á ég eftir að segja þetta núna og bara þurfa að éta þetta allt eftir, þú veist, 10 ár. Klippu þetta bara, þetta er alltaf leið. Mjög gott. En þú veist, það er einhvern veginn ótrúlegt bara að hugsa bara að miðað við bara samkeppnina, þú veist, bara líttu á þýska bílaframleiðendur og ameríska sem að, eru bara núna farin að framleiða algjörlega sambærilega, ef ekki betri bíla fyrir mikið, allan per krónu sem þú borgar fyrir hann. Já. Að halda að þeir bara halda áfram að sofa og bara og hann taki einhvern markaðinn, skilur það bara, þetta er einhvern veginn sem hagfræðingur að er ég alveg bara svona ringlaður sko yfir þessu atriði sko. Gott að koma inn á þetta, þú ert einmitt komin hérna sem hagfræðingur og jú, pislahöfundur og eiginlega, maður kallar það rithöfundur, fyrst þú settir pislana þína í bók og útfærðir og bættir við og allt svoleiðis. Þú gafst núna nýlega út bókina Economics. Þetta er Twitter-handlið, þetta ekki? Þetta er sko brandari sem að Danni Deluxe plötusnúður gaf mér sko, hann sem sagt uppnefndi með Economics þegar við vorum bara fyrsta ári í háskólanum að læra í 8 eitthvað fyrir eitthvað próf og honum fannst, hann er mjög fyndinn gaur sko og hann var að læra með mér og við sátum það saman og svo bara eitthvað, who is Economics? Eitthvað svona djók og það er bara festist já, veist ég bara, mér finnst það bara úrslega fyndið og ég bara eitthvað byrjaði að blogga eitthvað undir þessu nafni á ensku eitthvað tíðana þegar ég var að læra úti og svo bara einhvern veginn, ég held ég mig við það bara eitthvað fyndið dæmi sko. Það er mjög gott en já, bókin þín Economics, hún þetta er rosalega skemmtileg bók ég las hana núna bara áður en að við hittumst og satt í garðstóli eða svona útilegustól í Skaftafelli í 20 stigi hita og var að hlæja upphátt að dæmum sem þú varst að taka þarna, þannig að þetta er mjög svona aðgengileg og skemmtileg bók fyrir fólk sem vill dýfa tánum aðeins svona í hagfræðipælingar og hvernig hugarheimur hagfræðinga virkar og sem var líka svömmuleiti markmiði hjá þeim með þessu. Hvað segðu frá? Sko uppálega vinnutitillin á þessari bók var sko Economics hugleiðingar hagfræðings með athyglisbrest og það finnst mér lýsa bókinni ótrúlega vel. Það breytir svo við höfum þetta hagfræða mannamáli sem er kannski svona aðeins svona aðgengilegra en þetta er svona nákvæmlega pælingin sko að ég hef verið að skrifa pistla sem að voru hagfræði á einhvers konar mannamáli og að díla við kannski svona efni og svona topic sem að voru ekki endilega það sem þú heldur að hagfræðingar sé að pæla í eða kannski skipti hagfræðingar minni máli, maður hugsa alltaf hagfræðingar sem svona seðlabanka atriði eða verðbólga þjóðarframleiðsla neysluvísitala, eitthvað svona mjög alvarlegt og þetta er þetta alveg mikilvægt málefni alltaf og þetta er allt skiptir allt máli en þú veist þetta er svona, mér langar bara svona sína ég langar svona bara nota eins sko breyttina eða svona sýna breyttin í fæinu þegar ég byrjaði að skrifa pislana og í leið kannski upplýsa einhvern en ég svona eftir á að hyggja þá var ekkert rosalegt markmið með pislunum í upphafi, það var bara ég hafði áhuga á þessu, ég sá eitthvað sem ég hafði sniðugt og ég skrifaði það þetta var pælingin, en svo þegar meira sem ég byrjaði að skrifa þá fór ég svona áttam á
hvað gagnið var í þessu sko. Þannig að þetta er eiginlega svolítið á haus hvernig tilgangur pistlana var til. Það er oft gaman. Byrjar fyrst og svo bara heyrðu, já þetta er kannski gagnlegt og það var ekki fyrir að skrifa pistil sem að ég var virkilega bara svona búin að pæli hvað ég er að gera. Ég skrifaði pistil 2019 eða eitthvað, þú veist, og það var, ég mannvindar ekki alveg hvað hann heitir í augnablikinu, en hérna hvað var hann? Hann sem þetta er Dick Cheney pistillinn. Já. Það sem að, þú veist, það sem að hérna, þetta snýst, hann gengur út af það að með því að grafa hlutina í einhverju svona flóknu, í einhverju svona leiðindum, að þá kemstu upp með bæði lélega ákvörðunartöku og mögulega bara mjög sko ákvörðunartöku sem að er svona spilt að einhverju leyti sko. Og veist, dæmi sem ég tek þar er, að Dick Cheney, þú veist að hérna, hann var að eiga við hérna erfðaskatt, og erfðaskattur er bara fínasta dæmi, þú veist, þú ert í gröfinni og finnur þú að lítið fyrir því að það sé verið að skattleggja þig. Economist hafa meira að lyfta honum upp hérna sem mjög áhugaverðu formi skattlegningar. Ja, algjörlega, og bara þú veist, þetta er líka, þú veist, það er verið að skattleggja kannski líka svona rétta hópinn af þessu leiti, og jú, það er alveg einhver gagnið það, en Dick Cheney var, þú veist, þetta er frækt dæmi, veist, og maður sér þetta í myndinni, sko, sem að sem er alveg frábær mynd, geðveik mynd, sko, og það er mitt, þú veist, rýbrandaðir skattin, erfðaskattin sem dauðaskatt, death tax, eitthvað svona, og þetta er svo magna dæmi, sko, að þá bara svona, alla flækjurnar, öll leiðindin voru bara svona tæknileg, en bara út á við sögðu bara death tax, bara, og það hljóma ógeðslega illa, skilur. Og mér finnst þetta einhvern veginn svona, það var einhvern veginn svona, já, bara, maður að passa sig á því, sko, að fólk skilji hvað er verið að gera, en ekki bara svona hylja skilabóðin í einhverjum svona brjáluðum leiðindum, sko. Það var svona einhvern veginn pælingin sem kom þar, og síðan þá hef ég svona meira verið að reyna kannski að snerta á kannski svona málum sem skipta kannski aðeins meira máli, og kannski að reyna að sína dæmin í raunheiminum kannski aðeins meira oftar. Og þetta er ótrúlega mikilvægt, og þarna ég þekki slatt af hagfræðingum og unni með nokkrum hagfræðingum, og hagfræðing, þetta er bara frábært fólk og rosalega gott í sínu fæi, en hagfræðingum er, og ég ætla ekki að taka hagfræðing út fyrir sviga, ég er lögfræðingur sjálfur, þannig að bara, ég get alveg eins beint kastljósuna sjálfur mér. Sérfræðingar eru ekkert rosalega góðir, og þú kemur inn á þetta, sérfræðingar eru ekki góðir í að miðla sinni sérþekkingu á mannamáli, og það er einmitt bara sem að taki þægilegt dæmi sérfræðing sem er mjög góður í að miðla hluti á mannamáli, það er Sævar Helgi, hann er vísindamiðlari, og þetta er bara, það vantar miklu fleiri, þú veist, lögmiðlara, hagmiðlara, læknamiðlara, bara einhvern sem getur sagt flóknar hluti á einfaldan hátt, og það er líka svolítið, skynja ég, rauði þráðurinn í þessu hjá þér, og þitt svona quest. Já, það er svona þessi þýðandapæling. Já. Þú veist, alveg hárrétt, sko, þetta er svona, það má skipta þessu í tvennt, þú veist, með, kannski fleiri lög, en skipta þessu í tvennt í bili, og þá má hugsa, sko, annars vegar uppfinningamennina, það er einhverju svona brjálæðislega klárir hagfræðingar í einhverjum háskólum, í einhverjum stofnunum að finna upp tólin sem að segja þér eitthvað hagkerfið eða hegðun manna eða whatever, og þeir búa til einhver svona safn af einhverjum ógeðslega flóknum tólum sem að svo fullt af hagfræðingum út allt, bæði í seðlabönkum, í bönkum, ráðgjafar, út allt, notast svo við til þess að greina heiminn og til þess að greina ákvarðanir, til þess að stýra hagkerfinu að einhverju leyti, og þarna er mjög mikilvægt á þessu stigi að vera með eitthvað sem getur þýtt hlutina, bæði fyrir þá sem að þurfa að nota þetta eða fá upplýsingarna til sín, og líka bara fyrir almenning að mínum mati. Það þarf, almenningu þarf ekki að vera, þeir þurfa ekki að vera hagfræðingar, en þeir þurfa svona að átta sig allan á því hver þangagangurinn er og hvað svona, hvernig hagfræðingar eða sérfræðingar yfir höfuð fungera, og Sævar er nákvæmlega mjög gott dæmi mann sem að er augljóslega mjög fróður í eðlisfræði á sínum vísindum, en einbeitir sér einmitt að því að taka þennan ógeðslega flókna heim sem að, alheimurinn? Nákvæmlega alheimurinn sem að bara, ég botna, ég er langt fyrir utan mína, og hann þýðir þetta alveg ótrúlega aðgengilegan hátt, og maður bara, Sævar, rétt, þetta er bara mjög einfalt, en þetta er svona, og þetta er pælingin, og ég,
alls ekki finna upp hjólið og á Íslandi hafa verið einhver undan mér og úti er náttúrulega fullt af liði sem að gera þetta alveg ógeðslega vel sko. Og mikið betur en ég nokkuð tíðana og þetta er svona já, nákvæmlega og maður verður svolítið hugsa til að því nafnið þetta er economics, þetta er svona þetta rýmar skemmtilega á freakonomics sem eru svona samstarfsheiti þeirra Stephen Levitt og Stephen Dubner það sem þeir tóku einmitt svolítið hagfræðitól og rannsökuðu hluti sem ekkert sko sérstaklega hagfræði tengdir og algjörlega og það náttúrulega Stephen Levitt sem er hagfræðingurinn á bak við teymið hann var mjög frægur hann gerði garðin frægan fyrir að vera í þessum topikum sem að Freakonomics covera skilur eitthvað svindl í sumo og þú veist barnabílstólar og eitthvað gengi af hverju fólk af hverju fólk fer í gengi yfir höfuð fyrir að selja krakk götuhorni já sem bara eitthvað 25% ykkur á að vera skotin mjög litli peningar í já og bara greinir þetta gegnum fórnarkostnað og annað sko og hann þeir svona bjugga eiginlega til hann bjó eiginlega svona til þessa senu má segja sko og sem er mjög áhugavert og Freakonomics er alltaf geðveikislega gott brand skilur bara þetta er svo catchy sko og ég kem nákvæmlega úr þessar átt sko ég las þá náttúrulega á sínum tíma og hlustastundum á podcastin þeirra og svo Tim Harford í Englandi sem er í Bretlandi sem er líka algjör mestari í að þýða og hann gaf til dæmis nýlega út bók sem ég mæli mjög mikið með sem að gengur út að útskýra tölfræði fyrir fólki og þetta bara svona þú með til að láta sko hvernig átt að leggja heiminn saman er pælingin sko og þetta er einhvern veginn svona það sem ég er að reyna að gera á Íslandi einhverju leyti sko það er bara að reyna að tala þessi málefni á eitthvað svona einfaldan, þægilegan, skemmtilegan hátt sem fólk hefur vonandi gaman að en lærir allan eitthvað allan hvernig við hugsum þó það sé bara það sko já, og fyrir einhvern sem hefur áhuga á sviðinu og svona kannski sett sig aðeins inn í þetta þá það fannst mér alltaf mjög skemmtilegt að fara í gegnum þetta en þú lýsir þér sko það er skipting í hagfræðinni sem að ég held að fólk gerir sér gendilega grein fyrir það er í sko ég veit ekki hvort maður heitir því að kalla þetta sko stór og smá hagfræðinga sem makrohagfræði og mikrohagfræði þú ert mikromegin í þessum heimi allavega sjá svona já og þessi fræði eru kannski meira það hver er munur? Munurinn er í sjálfum sér heilmikill sko það var einhver sem að vildi kalla á ensku heitir þetta microeconomics og macroeconomics og það var einhver sem vildi nefna þetta hvað var það? Eindarhagfræði eitthvað það er lýsandi nákvæmlega en þannig að það er svona sami maður eru að kalla badminton hnýt já nákvæmlega maður var svona tínustarf í þessu en rekstrarhagfræði er sko misvísandi það sem þetta er kallað já mikrohagfræði, microeconomics sem þetta kallar rekstrarhagfræði á íslensku já og það er mjög misvísandi að því að þetta er ekki rekstur skilur þetta snýst þetta snýst líka alveg rekstur og þetta er eitthvað sem heitir atvinnuvega hagfræði sem að þú veist er kannski svona líkara það sem maður myndi kalla rekstrarhagfræði allan svona hverja lýsir en mikró er í grunninn að pæla í smærri einingum þannig að þú ert að pæla í þú ert að pæla í samkeppni á pítsumarkaði þú ert að pæla í launum konum kvenna versus kalla þú ert að pæla í pólisíu, bara einfaldri pólisíu hvaða áhrif hefur þú breyting skattþrepa á eitthvað skilur á meðan makró eða þjóðhagfræði eins og hefur þýtt miklu betri þýðing frábær þýðing þetta var náttúrulega sko þetta kemur ábyggilega frá sko national econom í Þýskalandi mér finnst það líklegt sko það er nýhætt líka það er svona ekki ný en það er svona þeirra eru hættir að kalla þetta það að einhverju viti en það voru allir national econom í Þýskalandi fyrir bara 20-30 árum en allan þá snýst hún miklu meira stjórnun hagkerfisins og bara hvernig það funkar sem heild þannig að þú skoða bara Ísland sem eina heild eða Bandaríkin sem eina heild og svo viðskipti þjóða og þetta er það sem að þú sérð miklu meira í þínu daglega lífi þú veist Ásgeir að tala hækkun stýrivaxta og þá er tilgangur hækkun stýrivaxta að þú veist að gera það meira aðlanda að spara og fá fólk til að þú veist kúla það eins til að verðbólgan fari ekki upp og þetta þannig að þetta er miklu meira svona stóra myndin stendur upp á einhverju svona í svona törni og stóra myndina meðan
þú ert bara á jörðinni sem mikrohagfræðingur. En stóra myndin hlýtur að standa á litlu myndinni að einhverju leiti. Jú. Allt sko, þú getur haft einhverjum svona þjóðhagsstefnur og eitthvað svoleiðis, en ef hún næri ekki niður til fólksins, þá skiptir hún einhver máli. Já, og þetta er, þetta svolítið deilt þetta, en það er, þetta byggir á grunni mikrohagfræðinar, sko, þjóðhagfræðin, algjörlega, og líka það meikar, fólk er ekki endilega sammála, en það meikar náttúrulega ekkert sens að hugsa þjóðina sem eitthvað annað en samansafn af minni einingum, skilur, þetta er, við búum til hagkerfið, skilur, það er ekkert hagkerfið sem bara gerist, það er ekki eitthvað svona afl, þetta er allt ákvarðanir sem að við tökum, ríki tekur til þess að hvetja til brugghúsa, að þetta er það sem að gerir hagkerfið, og ákvörðun hvernig við, og hvernig einstaklingar bregðast við komu ferðamanna, að við byggjum hótel og við gerum þetta er það sem að býr til þau verðmæti sem að við mælum og tölum á stærra level. Stóra stærð. Já, nákvæmlega. Það er svona þannig, sko. En svo, sko, og það sem er svona kannski minn uppáhalds sem áhuga maður hagfræði, uppáhaldsangi hagfræðin, það er atferlishagfræðin sem er behavioral economics. Og hún fer svolítið saman við mikrohagfræðina, er það ekki? Það er makrohagfræði. Jú, svona, ég myndi ekki segja að vera ángi hennar, en atferlishagfræði er náttúrulega bara í grunninn sálfræði sem hagfræðingar voru snobbaði til að kalla sálfræði. Þetta var náttúrulega bara hagsálfræði. Þetta snýst bara hvernig hegðun einstaklinga eða fyrirtækja sem eru náttúrulega einstaklingar í grunninn, hvernig hún hefur áhrif á útkomur á mörkuðum, skilur mig. Þannig að ef að fólk hegða sér ekki fullkomlega skynsamlega, hvað áhrif hefur það á skattalækkun eða hvað áhrif hefur það á að banna reykingar, skilur, og þetta er svona tildulega nýtt, þó það sé náttúrulega ekkert nýtt, en þetta er tildulega nýtt, nýr angi hagfræðinar, og þau fengi miklu meiri vikt nýlega af því að það er svona, það virðist vera svona eitthvað meira, fólk virðist vera meira til í að notfæra sér, sko, ríkið til að nutta útkomur, sko. Allan svona, fólk eru miklu opnar fyrir þessu, og þetta er mjög mikilvægt að skilja þetta, og þetta er til dæmis einhverju leyti mjög mikilvægt til dæmis útboðshönnun, skilur við, sem að eins leiðinlegt og hljómar er mjög mikilvægt, sko, tól, að því að þú veit með eitthvað fisk sem þú vilt bjóða upp og vilt fá mestan pening fyrir það, þá þetta skilja bæði, sko, hvað er besta strategían í einhverju svona lokuðu kerfi, og svo hvernig kannski svona hegðun einstaklinga hefur áhrif á útkomuna, sko, ef þú vilt eitthvað hámarka teknar af auðlindinni. Og svo er að því eins og þetta sem þú segir, sko, að fólk hegða sér ekki alltaf skynsamlega. Ég held að það sé svona bara í öllum svona eins og við erum í svona fjármálalæsis pælingum og pælingum varðandi hegðun gagnvart fjármálum, fólk hegða sér ekki skynsamlega. Fólk hegða bara mjög oft hegðar fólk sér óskynsamlega, og það er svona erfitt að gera ráð fyrir, sko, óskynsemi. Það er náttúrulega eiginlega alveg ómögulegt, og það er náttúrulega gott að byrja á því, hagfræðin er mjög mikið gagnrýnd fyrir, bara já, þau gefur þess að forsendum að fólk sé alviturt og sjáu 1000 ár fram í tíman, og það er svona þessi starffræðilegi angi hagfræðinar sem að er svona fyrsta skrefið, og það er einhvern veginn, maður byrjar oft bara, ok, hvernig virkar þetta í fullkomnum heimi, skilur, og þá fara einhverju útkomu, en hættan, og það er mjög áhugaverð rannsókn sem er gerðar á hversu góðir hagfræðingar eru í hagfræði, sem ég fer kannski aðeins inn á eftir, en það er mjög mikilvægt að þegar þú komið með fullkomnu myndina, hvað er besta mögulega útkoman í þessum starffræðilega heimi sem er ekki til, að byrja svo að pikka út byrja að bæta sem sagt, lögum á tertuna til að sjá hvað gerist í raun og veru, eða hvað er líklegt til að gerast ekki, og það er mjög svona, það er mjög mikilvægt atriði, sko. Það er óvissa og svoleiðis bara. Já, óvissa og líka bara, ég meina, svo er náttúrulega líka viss, sko, hagfræðingar hugsa oft í byrjun í svona einhverjum netjaföllum, og netjafall er bara svona eitthvað svona tæknilegt fall sem að hefur
alla þína draumar og þarfir skilur og það er bara, þú veist, þú gefur þessu svona mikið vægi og þessu svona mikið vægi stífil og þetta er náttúrulega ekki til skilur og nýtifall er sem sagt ég að bera saman hvort ég vil ég þingjast 100 gram eða borða Snickers já, nákvæmlega og það ég velti þessu alltaf fyrir mér öllum stundum já, þú bara, þú sér Snickers, þú bara eitthvað með 2 bita að þeir 2 bitar, þeir bæta 20 gram á mig og ég til ég að bæta 20 gram á mig ekki meira eða þá, veist, ég ætla að spara 2500 kall á dag til þess að geta farið í reysu þegar ég er 75 ára og þetta er náttúrulega svona ótrúlega svona hrátt konsept sem að meikar ekkert sens sko. En þetta er samt alltaf góð byrjun bara pæla eins í þessu bara svona ok, hvernig er grunnurinn og svo fyrir að pæla ok, nú þarf ég að fara að pikka út alla steipuna skilur og mannfólki er alveg gott í að taka ákvarðanir fyrir sjálfan sig og ég held að oft sé of mikil áhersla lögð á hvað við erum mittlaus en við erum það líka skilur þannig að og fólk og svo er náttúrulega svona heimspekilega pælinga líka bara má fólk taka rangar ákvarðanir skilur máttu bara tróða 20 Snickersum í þig skilur ég meina og það er bara svona miklu meiri þá ferður svona út í aðeins meiri heimspeki en kannski fyrsta skref í hagfræðinni er alltaf að fá einhverja svona lausn eitthvað svona við viljum þessa útkomu hvernig komumst við að henni og svo pælið ok hvað er villubilið hvað get ég hvernig get ég náð þessu vittlust og svo enda maður í einhver svona heimspeki eða einhver svona siðferðispælingum jafnvel eða hvað er rétt og hvað er ránt skilur sem er kannski aðeins út fyrir sviði sko. Setja þetta mjög lengi og talaði það já, algjörlega sko, algjörlega en þú dregur upp tilvitnun sem þú fannst einmitt á Twitter í bókinni í inngangskaflanum þar sem þú segir viðkomandi segir jörðin er að útrýmast hann tala hagfræðinga og þeir hugsa jörðin er að útrýmast en stóra spurningin er hvernig við höldum hagvexti gangandi á meðan og þetta er svona kannski svona stereotypan sem fólki er gefin af þessari stétt að pæla ekki neinu nema hagvexti og þetta sé svona stóra markmiðið já og þetta er rétt og ránt og ég einmitt fer yfir þetta alveg í bókinni hvað mér finnst og þetta en það er náttúrulega það má náttúrulega ekki vanmeta hvað hagvöxtur er geðvikur og í fyrsta lagi bara ef þú hugsa volæðið sem var bara á Íslandi fyrir 100 árum þetta er 10%, 5-10% barna létust á fyrsta aldursári og ég hugsa bara svona ég á lítinn strák núna og hann er einsás nýjörðin og ég bara kann í stanslausu bara svona á tremma ég var svo stressaður að eitthvað myndi koma fyrir hann og ef maður hugsa bara þessa tölur að þetta var 5-10% og í dag er þetta bara sem betur fyrir bara mjög mjög sjaldgæft þetta gerist bara örfásunum og það er bara einhver bara magnaðasta þróun þetta er bara magnaðasta graf sem þú getur hort á að mínu mati, bara hvernig þetta þróast og þetta er fyrst og fremst út af hagvexti punktur en og út af því sem hann leiðir af sér og líka hvernig hann verður til þetta er náttúrulega pínu flóki að hagvextur hann endurspegla bæði það sem hún getur gert við auðinn skilur því að hagvextur er ekkert annað en bara aukin velferð samfélagsins og hvernig hann dreifist má deilum og allt það en fyrst og fremst er það bara ríkara samfélag og hvað getur ríkara samfélag gert? Það getur þjálfað fleiri lækna það getur gengið úr skuggum að flugvélar séu öruggari það getur gert allt sem að gera líf okkar geðveikt skilur ef þú horfir á íslenska bíómyndir frá fyrir 50 árum og sérði eitthvað svona leikara sem að leika eldgamlan kall að þá er hann svona 60 og hann er eins og hann stað út í stormi í 30 ár bara, sennilega vegna þess að hann gerði það algjörlega, bara, þetta er ekki gagnrýni hvað hétt þetta börn náttúrulega Gísli Halldórsson það var einhver sem benda á Twitter að hann væri jafngamall Bubba í þessari mynd og ég bara líti á Bubba bara ekki að geða þetta eitthvað massar lagsveið eitthvað svona Jeffrey Rush skegg og eitthvað algjörlega og Gísli sem er geðveikur elskar Gísla, hann bara ógeðslega flottur en hann er bara bara síðust hann er bara eftir síðust veðraður og tekin en og ástæðan fyrir að við erum svona mikið betur sett er náttúrulega hagvöxtur, við getum fjárfest meira í rannsóknum sem að í allir læknisfræðinni í
tækninni, þú veist, húsin okkar eru heitari, þau eru stærri, þú veist, og það er bara, við vinnum minna, skilur við, bara alltaf því að við framleiðum það sem við viljum með minni fyrirhöfn, skilur við. Það er ekkit langt síðan að laugardagar voru vinnudagar. Nei, nákvæmlega. Og þú veist, þegar við vorum í sveitunum, þá voru bara laugardagar, þú veist, þú fórst í kirkju á sunnudögum og svo fórstu bara aftur að vinna. Já. Þannig að það að vera í fríi, þetta er eitthvað sem sko konung eðalbori fólk og mjög ríkt fólk hjá gegnum söguna geta leyft sér, en við bara almúgin getum gert það í dag. Algjörlega, en þú veist, á móti kemur, þú veist, þetta er samt ekkit röng, þetta er ekkit, þú veist, galin gagnrýni hjá þessum strákum, og þetta er náttúrulega eitthvað svona grínskilur, er svona skot eitthvað, en þetta er samt ekkit galin gagnrýni, því þú veist, það er alveg orðið eitthvað svona köld, og ég myndi segja þetta væri sko minna meðal hagfræðinga heldur en annara sko, en það er, allan reyni ég að halda því fram, svona því sem ég séð, að það er eitthvað svona köld að hagvöxtur sé heilu kú, skilur mig, og að með ekkert gera, skilur við, þau bara halda áfram, bara menga og gera allt sko, en það er alveg svona mjög skýrt að það er þess virði að gefa upp einhvers konar velmegun til þess að takast á við vandamál eins og loftslagsbreytingar. Og sumir halda þið fram að, þú veist, sumir vilja segja, já, það meiri segja, þú veist, á þetta að kosta hagkerfið ef við gerum það ekki, en ég er samt alveg á því máli að meiri segja hagfræðingar séu bara á því bara að þó það kosti hagkerfið, alveg talsvert, að þá er þetta það stórt vandamál að það er þess virði að gefa eitthvað upp fyrir það, skilur. Og þetta eru svona, og þetta eru, og það er allir sammála þessu, skilur, veist, ég menna, það er ekki þess virði að, veist, að Holland fari undir sjó, skilur. Veist, það bara er ekki þess virði, sama hvað, veist, sama þó við, veist, getum, veist, búið til stærri Dodge Ram eða eitthvað, þú veist. Og svo, sko, og svona hagvaxtarpælingar og gagnrýni, það er svona auðvelt fyrir okkur sem erum hérna efst á nettinum og efst í sko velmegunar stiganum. Við bara, þú kemst ekkert mikið hærra heldur en Íslandi er þegar þú horfir til, ég er ekki að segja með þess að við séum sko á réttum stað og góðum stað eitthvað svolítið, það að vera betri er relatíft hugtak. Það eru fá lönd í heiminum, fáar þjóðir sem hafa það betra en við þegar allt er talið. En þess vegna, þú veist, hagvöxtur fyrir lönd eins og bara Malaví sem er bara eitt fátækasta land í heimi, þar er ungbarnadauði 10% og þar skiptir svo miklu máli að hagvöxtur nái þangað til að koma þeim nær okkur, þó svo að það verði vonandi ekki jafn mikið á kostnað sko loftslagsins og umhverfisins eins og okkar hagvöxtur var. Já, algjörlega, og þetta er náttúrulega, ég meina, augljóst dæmið um þetta er náttúrulega bara Kína sko, bara frægasta dæmið, þú veist, en þetta er trend út alla Afríku og allt það og meira svo sko okkar hagvöxtur, sko, það sem er vestanríki og aðeins þeim til varna kannski, að þú veist, það sem að við þróuðum sem að bæði er valdur hugvaxtarins eða sem orsakaðan og það sem að kerðan áfram sem er öll þessi rannsóknarvinna, öll þessi fjárfesting í bara, í bara aðla í rannsóknum, ég held að það sé algjörlega lykilatriði að það náttúrulega er að skila sér fyrr að einhverju leiti til og pælir eins og til Afríku og í Kína að þeir geta tekið upp þessar uppfinningar. Já. Bara innleitt og bara og strax sérðu hlutin að verða betri og fyrir ekki hagkerfi vex og ég meina Kína er gott dæmi og þó að Kína sé kannski til svolítið að vandra í dag að þá er samt alveg ótrúlega magnað að sjá hvað hefur gerst í Kína á undanförnum árum og bara 100 milljónir manna bara í einhverju sárri fátækt hefur það bara ágætt og þetta er bara magnað og það má ekki alveg sko skrifa þetta af sko að því að maður heldur að þetta sé sko í sjálfum sér vont skilur þú veist já þannig að það er svona það er alveg magna og bara það er bara gaman að fara og það er heimasíðan sem þú þekkir alveg potið sem heitir Our World in Data Max Roser nákvæmlega algjört legend þjóðari hann og þau byggja þetta upp og það getur maður að skoða bara þú veist til dæmis barnadauða, lífslíkur frá fæðingu og bara hagvöxt og allt bara og þetta er bara mjög skýrt skilur og við erum á þessari jörð ekki til að vera í volaði skilur en við berum líka ábyrgð á næstu kynslóðum þannig að við þurfum að finna eitthvað balans í þessu bara það er ekkert flóknar það og það er aldrei að vita maður veit ekki hvað framtíðin fyrir skaut sér og það er aldrei að vita nema bara að ákvæðin sem við tökum í dag
eins og sér að verða á, þú veist, sólarsellum, það alveg magnað, þú sér, þú veist, bara, þú veist, megawattstundina, þú veist, bara framleiðslu kostnaði við að framleiða megawatt með sólarsellum bara það er ótrúlegt, bara þetta verður hrunið og þetta er það sem við vitum ekki, þetta er algjör óvissa og það gæti verið að þetta haldi áfram og við bara snillingum okkur út úr þessu eins og við snillingum okkur út úr svo mörgu sem fyrir flestu öðru sem við höfum lendið í já, mannfólk er mjög gott í að snillingar út úr þessu, út úr hlutunum að mínum að því og þú veist og maður veit ekki hver aflengi verður, það má bara vel vera að ef við förum bara all in í, þú veist, bara kolefnisskattar, bara hægri vinstri og bara við finnum bara lausn á þessu. Akkurat. Og þetta er svona, þú kemur inn á þeim í þessum inngangskafla að hagfræðin, hún hefur svolítið svona, hún hefur verið, svona hægri menn og frjálshyggjumenn hafa svolítið eignað sér hana og svona, og litið á hana sem sitt tól, en þú vilt meina svo sé ekki í rauninni, þetta er bara verkfæri. Þetta er bara verkfæri og þetta er náttúrulega, ég held að flestir hagfræðingar svona allan að þeir eru alltaf mjög til í markaðslausnir og þeir kunna ekki trúa því að þeir sem er að gera hlutina séu bestir í að taka ákvörðanir það, skilur mig það eru fæstir hagfræðingar sem myndu vilja vera með brauðráðuneyti sem myndu bara segja að þetta var framlega 2500 brauðbólur það dugir, skilur og þannig að það er svona alveg ég held að svona flestir hagfræðingar séu mjög markað, svona þeir trú alveg á markaðinn en eru miklu raunsæri markaðsbresti en þeir voru reyndar er alveg 300 ára saga af markaðsbrestum Adam Smith og allir töluð þegar markaðin virkaði ekki, skilur en það var svona 80s, svona Reagan, Milton Friedman stuð og þá einhvern veginn varð þetta bara svona einhvern veginn hagfræði brandið varð bara eitthvað svona gaurar sem að bara vilja sem minnst sjá ríki bara einhvers staðar bara í vestmæri gerir ekki neitt löggæslu löggæsla her og ekki grunnrannsóknir eitthvað svona dæmi já meiri sér það var meiri sér það var alveg mjög svona strippa dæmi en núna er bara heil kynslóð eða bara marga kynslóður búin að læra þetta og bara fókusinn á markaðsbresti og einhvers konar svona getur ríkisins til að laga þá og þetta er náttúrulega langt gýrast með loftslagsbreytingum að þetta er vandamál sem við leysum ekki bara með frjálsum markaði, skilur það þarf einhvers konar ítök og hagfræðingar eru í miklu meira magni, sérstaklega ungir miklu meira svona ekki miklu meira til í ríkisafskipt sem maður kalla kannski meira til vinstri, skilur og meiri sér, ég veit ekki hvort þú það er svona, á Twitter er eitthvað sem heitir neoliberal sem er svona bandarískur think tank hugveita og meiri sér þeir sem kalla sig, þeir bara, við erum neoliberals þeir eru mjög fókuseraðir á hlutverk ríkisins samt í að leysa markaðsbresti og þetta er alveg svona meiri sér þeir sem eru mest frjálslyndir í dag svona sem yngri kynslóður sérstaklega að þeir eru ekki næstuði eins það er ekki næstuði eins mikið tabú að vera með sterkt ríki sem lagar hluti sem eru í ruglunum, skilur og þú kemur einmitt inn á það í einum kafla í bókinni sem að fjallar einmitt markaðsbresti og svoleiðis og það eru það er fiskverksmiðjan og fílubréfin sem er þetta ókslega fyndið og það má alveg heimfæra það á eins og með loftslagsbreytingar og stöðuna í loftslagsmálum kom það þess inn á fílubréfin var við erum að tala um þetta út á Höfn nákvæmlega það er ekki allir sérstaklega svona borgarbörn eins og ég þegar maður fór eitthvað svona lítinn bæ fór til Djúpbóks eitthvað heimsækja á ömmu að það var svona alltaf bræðslulykt öðru hverju bara svona og maður bara svona hræðileg lykt bara einhver svona töffar peningalykt eitthvað svona en þetta er náttúrulega bara þú býrð í einhver svona bæ og það er kapitalisti sem er að bræða fisk og að því að það er ekkit það er engin eignaréttur á loftinu þannig að hann má bara búa til lykt eins og hann sýnist og græða eins og hann sýnist það er engin sem getur sagt það er minn réttur að finna ekki vonda lykt þannig að hættu því þessu, bannað, þetta er ógeðslegt ég er bara að reyna, ég er í baði bara, ég vil ekki finna þessa bræðslu og pælingin er einmitt svo að það er 20 annars vegar þetta ósanngjarnt náttúrulega
ég er að greiða þú líður fyrir hagnað einhvers annars nákvæmlega og fyrir viki líka mengar að meira því hann það bara að lifa í þessari lykt og hann getur að lifa með því hann getur bara búið einhver starf annar staðar já, jafnvel sko, bara verið það sem vindáttin er hagstað, skilur við, hinum með verksmiðuna og en lausnin við þessu náttúrulega er fíluskattur eða fílubréf, þú getur annars vegar getur bara, þú getur bara búið til fílubréf, bara eins og kvóta hvað má vera mikil fíl á dag 24 tímar að fílu og svo er hægt að versla með þessi bréf, hann getur keyptu af íbúum bæjarins til dæmis og ef hann borgar nú hátt verð, ef þetta er nú juicy business að þá bara mengar hann allan daginn en fólki fæði bara pening fyrir að búa í fílu og allir eru sáttir, skilur eða samfélagi getur sagt nei, við viljum bara sunnuda með bara næs sjáalofti má vera næturfíla og júli þegar við erum öll í sumafrí má vera fíla og svona og þá er þetta að komast að einhver svona markasverði skilur fyrir fílu og það takmarkar fyrstulega þá fær ríkið eða bæjarbúar greitt fyrir að þurfa að búa í fílu sem er sanngjarnt og rétt í fyrstulega og í öðru lagi að þá er minni sjaldnar fíla og þetta er náttúrulega bara kolefnisskattar í hnotskurn og að þú vilt skattleggja þá sem menga annars vegar til þess að peningarnir renni til þeirra sem bera kostnað af því eða það geti verið svona einhver heimskattur að þá geti Holland fengið smá pening fyrir að þurfa að byggja varnargarða og eitthvað tótt en það sem mikilvæg er að bara fólk myndi í fyrsta lagi finna umhverfisvænni leiði til að framleiða mögulega myndi þessi kapitalisti kaupa filtera til að minnka fíluna og samanskapi virka þetta þannig að fólk er þá líklega til að með háan skatt fyrir útblástur að þá er fólk líklega til að kaupa sér hjól, rafmagnshjól, rafmagnsbíla keyra minna útgerðin geti kannski farið að rafvæðast og svo framvegis eða eitthvað skilum, fólk finnur lausnir að því að leiður of dýrt að þá lætur fólk sér eitthvað í hug og hagfræðingar náttúrulega af því að við erum svona okkur finnst markaðurinn alveg frekar frábær að okkur finnst þetta náttúrulega frábær lausn af því að hún er svo fer svo lítið fyrir henni skilur, þú veit ekki að segja þú veit ekki að segja, heyrðu, við ætlum að gefa þér 1.000.000 afslátt af rafmagnsbíl og ég meina, rafmagnsbílar eru fínir, skilur en betra væri bara að segja já, þú borgar meira fyrir að keyra bensínbíl og þá getur fólk ekki ákvörðun hvort að kaupi sér sparneytnari bíl eða rafmagnsbíl og í stæðan fyrir að vera að hvetja fólk til að kaupa þriðja bílinn sem rafmagnsbíl svona pínu þessi pæling ég fór svolítið víðan veg þarna já, þetta fara mjög langt og lengi inn í þetta en fyrst við erum komnir í bílinn það er kafli í bókinni sem og pistill sem ég mani ég hefði rosalega mjög ég þurfti að tékka það þegar ég lasa það því þú talar einmitt markaslausnir og markasbrest og þetta að kapitalistin þarf að borga fyrir það menga og kaupa fílubréf en svo gerist það að einhver annar kaupir fílubréfin fyrir og hann þarf þess ekki og það er þú heimfæri það og það þegar Ásmundur Friðriksson hann fikk kolefnisskattur býtur ekki á akstur þingmanna af því þeir borga ekki fyrir bílinn sinn og sinn akstur og því ég fór að skoða tölurnar sem þú settir aksturinn var, hvað var hann á ári, manstu það? Þetta var 1 ár sem ég tók hann er alltaf brjálæðislega hár hjá honum en þetta var þetta ekki kringum 40.000 kílómetrar þetta var, er það ekki þýska hraðbrautakerfi sem er 40.000 kílómetrar jú, ég held að hann kerði það sinnum 4 þetta hann kerði besta líkingin í þessu fannst mér vera hann kerði allar leið til Nýja-Sjálands stystu línu, aftur heim svo aftur til Ástralíu og þarna hefur þá kviknað á hagfræðiljósa perunni þegar þú sást þetta að því þingmenn náttúrulega borga ekki fyrir eigin akstur nei, nákvæmlega og fyrir vikið keyra þær eins og vilsingar allan daginn en þetta er nákvæmlega sama vandamálið og í pistlunum með mitt er ég að fjalla bensínskatt eða ríkið er að hækka álögur á bensín til þess að reyna að fá fólk til að draga úr akstri og þá er ógeðslega fyndið að hugsa það að þetta hefur engin áhrif á þeirra eigin hvata til að keyra fólk sem setur reglurnar og þetta er svona ótrúlega og ég meina
það má alveg færa rök fyrir því að þeir þurfi og allt það og þetta er mikilvægt og ég ætla ekki að segja það en þetta er samt svona bara frábært dæmi hvernig hvatar eða skilur bara hvernig verð hefur áhrif á okkur en hefur áhrif á alla en þegar þau hafa ekki þegar þú borgar ekkert þá notar þau bara allt og mikið. Já, þannig að það er þú veist, þetta eru þessi almannagæði og eitthvað svona einmitt sem þú færð að njóta en það er ekki að borga fyrir. Nákvæmlega á kostnað allra. Já. Svo það var mér varst svo áhugaverð pæling þar sem þú varst að tala sameiginlegt myntsvæði Evrópu og ástæðan fyrir því að af hverju það er sniðugt upp á verð og svoleiðis, ekki bara verðstöðuleika, heldur líka bara framboð og eftirspurn á mismunandi stöðum innan myntsvæðisins og það að vera með framleiðendur að sama hlutum á mörgum stöðum sé jákvætt. Segðu það, kom það inn á þær pælingar. Ég lendi alltaf í vandræðum ef ég skrifum evruna og það er eitthvað allir ógeðslega heitir. Einhverjum sem hringi í þig og alveg brjálæðir. Já, einmitt og ég er ekki þjóðhagfræðingur þannig að ég er svona ekki alveg sérstaklega klári að útskýra samband ríkis útgjalda og peningamál og allt það en einhver síður mér langaði bara, ég held að skrifa 2 pislum evruna, ég held að einn hafi komist í bókina og þessi bók sem kom í bókina útskýrir einfallega kosti þess að geta keypt vörur frá eigin myntsvæði. Það er að segja dæmi sem ég tek er avokado og Íslandi með krónu og við getum keypt avokado á Evrópu og Mexíkó og ef krónan veikist að þá hækka verða avokado. Já, frá báðum. Bara það bara gerist eitthvað í Íslandi bara COVID, bankarhun krónan fer í eitthvað keng og þá bara tvöfaldsverð á avokado og ef við viljum borða avokado að þá bara þurfum við að gjöra svo vel að borga eða kaupa lélegri avokado en í Evrópu til að mynda að þá ættum við svo risastórt markasvæði, þú ert með framleiðendur af alls konar drasli og þegar avokado eru framleitt á Spáni og í Mexíkó og ef að gengið er gott segjum að gengið sé bara stabílt að þá kaupum við fullt af avokado frá Evrópu, frá Mexíkó en ef evran veikist að þá þurfum við ekki að kaupa avokado á Mexíkó, við getum bara keypt á Spáni og þar að leiðandi er verðlagi stabíla og verðbólgan minni þegar verða einhverjum svona gengisbreytingar og þetta er náttúrulega aðalatrið sem er alltaf verið aðalatrið hefur verið að ræða upptöku evrun og hitt og þetta og að fólk er að pæla í verðbólgunni fyrst og fremst að því að verðbólgan er það sem hefur áhrif á líf okkar að því ég minna þegar að krónan veikist þá hækka bara allt í verði á svona innan með ári kemur það út í verðlagi og þú sér þetta bara eins og núna í COVID ég minna það er verðbólgan kom ekki droslega sterk krónan veiktist ekki það mikið en hún samt var stabil 4%. Hún verðist ekki alltaf fara neitt. Nei, nákvæmlega og það er náttúrulega bara fólk er að íta verðunum innflytjendur aðala og framleiðendur líka því Ísland öll íslensk framleiðsla er líka háð aðföngum erlendis frá en í Evrópu, það sem er stórt myntsvæði er að minna og Bandaríkin er náttúrulega langfrægast að dæmi þetta og áhrif þess þegar dollarin sérstaklega í gegnum tíðina áður en Kína var svona mikilvægt viðskiptaland að þá voru Bandaríkin miklu ónæmari fyrir gengisfalli eða veikingu dollara en á Íslandi erum við bara alltaf á endan þurfum við alltaf að borga þetta að því að bara einfallega kostnaður þeirra sem búa til hlut á Íslandi eða flytja það inn hækkar og endanum verða þeir bara að hækka verð til þess að borga erlendum byrgjum og þetta er bara þessi pæling og kosturinn að gangi í Evrópusambandið og taka upp evruna er einn kostur, margir kostur við það en þetta er einn kostur sem að ég sé er að miklu sá að við losnum við allavega þessa rosalega áhættu gengisáhættu sem veldur verðbólgunni sem að setur okkar samfélag alltaf á hliðina allir brjálæðir og krossleikum fingur vonandi alltaf minna og minna því þú veist það er eitt að matvöruverð hækki og þú veist verða á bensíni og hitt og þetta en það sem hefur náttúrulega í gegnum tíðina gert fólk alveg brjála það er að lánin hækka verðtryggðu lánin nú
nú sér maður bara að það er bara massa flótti úr verðtryggðarlánum yfir í óverðtryggð allavega núna og það geti að mörguleiti bara verið jákvætt. Sko ég algjörlega og bara og það er náttúrulega þessar pælingar sem sumir með sem er að þessi verðtrygging hún alltaf svona hún étur halan á sér sko þannig að verðtryggingin hún hækkar allan kostnað og ítur upp verðbólgunni aftur sko þannig að þetta er svona hringrás sem er náttúrulega jákvætt að einhverju leiti en ég hef ekkert séð verðbólgudraugabanna á götum Reykjavíkur skilur við. Nei. Þeir eru ekkert eitthvað brunadum á bílnum eitthvað að skjóta verðbólgudraugin. Ég hef alveg trú á því að ég trúi ekkert endilega að við séum búin að hann sé komin í flöskuna skilur draugurinn. Reyndar eru andar en í Þýskalandi var þetta uppalega sko svona flöskudraugur. Verðbólgudraugurinn. Já, og setja hann í flöskuna og svo komst hann upp á flöskunni og kom verðbólgan. Sem er svolítið góð. Þetta er svona Sæmundur Fróði dæmi. Já, bara svona eins og flöskudraugur er svona eins og skrattin í siðalegnum. Já, svolítið þannig sko. Og kom hann upp úr en allan þá áhættan alltaf svo sko að Ísland er mjög viðkvæmt land, við gerum einhverja villu, einhverju línu, einhverju bókhaldi og allt í einu eru orðin svo þjóð sem á flesta þrýpur í heiminum. Já. Það þarf að lítið til að gera mikið á Íslandi. Þetta er ekki eins og Bandaríkina sem að eitthvað smái skerist einhver staðar í Colorado og allt í einu bara spítalinn allar tölur niður sig breytir engu en hérna bara landspítalinn gerir eitthvað hittlaust og þá eru allt í einu bara komin að Fossu Guardian sem eitthvað hellhól eða eitthvað skilur en þetta er nákvæmlega saman með verðbólguna sko. Við erum svo fámenn og það þarf svo lítið bara bankahrunið er bara besta dæmið af öllum sko. Bara krónan ætlaði ekki að hætta sko. Þetta bara, hún bara hrundi og bara verðbólgan kom bara á fullu skilur og ég held að þetta er náttúrulega áhættan ég veit ekki, erum við búin að finna upp einhverja remedíu sem að lækna þetta ég veit ekki sko. Þú myndir ekki veðja öllum þínu penningum á það? Nei, ég veit ekki og þetta er náttúrulega þetta er áhættan sko. Sem fólk tekur. Annað bara svo við þræðum okkur í gegn bókina og við erum langt í frá að tæma hana, þetta er bara svona hluti sem þegar ég las hana mér þóttu áhugaverðir og það er eitt í henni sem áalveg svona sérstaklega við þennan þátt og það er, þú orðar hagfræðin orðar það sem að ég og viðmælendur og við erum mjög mikið að reyna að tala og segja, það er hugtakið nautnagildi. Þetta að hvernig nautnagildi hefur áhrif á hegðun okkar hvað er þetta og hvað gerir þetta? Sko nautnagildi sko birtist mögulega í fyrsta skipti í þessari bók það var einhver sem að sko þetta kallast ávöxtunarkrafa venjulega en það er mjög furðulegt nafn á þessu í því samhengi sem ég skrifa og ávöxtunarkrafa það var einhver, ég setti þetta eitthvað upp á Twitter og það var einhver sem að svaraði með þessu sem ég man ekki alveg hvað heitir augnablikinu en hann er kreditar í bókinni Takk fyrir, hver sem þú ert nákvæmlega og nautnagildi sko nautnagildi er þessi pæling sko hvers virði er eitthvað í framtíðinni skilur mig versus núna þú veist, hvers virði er Snickersið á borðinu sem að þú varst að tala áðan í dag versus þú 70 skilur já, einskisverið það er ónýtt já, reyndar það satt Snickers en segjum að geti keypt nýtt þá já. Og nautnagildi er mjög mikilvægt að því að það hjálpar alltaf að freyma sko hvað hjálpar að skilja sko hvað þú ætti að fá í framtíðinni fyrir að senka neysluðin í dag heila sko, það er svona eiginlega svona þessi grunnpæling og þetta er mjög áhugavert sko að því það er náttúrulega aðalatriði sem að getur gerst það sko að þú gætir náttúrulega dáið á þessu tíma já, það er ekki ómögulegt þannig að þú ættir alltaf að fá einhverja ávöxtun á það sem þú senkar sko. bara alltaf þeirri pæling þú getur dáið og getur ekki notið en fyrst og fremst snýst þetta einhvers konar verð sem þú færð, einhvers konar greiðslu sem þú færð fyrir það að senka neysluðinni og ég satt bara að segja, man ekki hvað ég var nákvæmlega að tala í bókinni Nei, ég ætla bara að játa því ég man það ekki heldur en þetta er svona þetta útskýrir til dæmis af hverju við borgum vexti
nákvæmlega, þú færð vexti fyrir það að setja peningana þína alltaf með sína bankabók nákvæmlega, og þetta er nákvæmlega ástæðan eða fyrir það að leigja einhverjum íbúðina þín akkur hann borgaði fyrir það þetta er nákvæmlega, þetta er sko fyrir það að gera eitthvað í dag gera eitthvað ekki í dag þarf að fá eitthvað fyrir það, skilur mig og það er líka náttúrulega áhættu element í þessu, skilur mig það er líka, ég meina, ef ég lána þér pening þá getur ekki borgað mér og ég þarf að fá eitthvað fyrir það en fyrst og fremst svona í grunninn en þá þarf að gefa mér eitthvað fyrir það bara að halda þessum peningum ekki sjálfur og nota á í dag sko. Og kaupa mér þetta snikkar svo borða það bara hámaði, bara ógeðslega nett og þetta er bara, og þetta er nákvæmlega sko, og ávöxtunarkrafan þín ákvarða nákvæmlega hvernig það hegða þér sko. Ekki ávöxtunarkrafan, nautnagildi þitt það, það ákvarða hvernig það hegða þér og ég held ég ekki tala um það í bókinni og, sko, og þetta en þetta er svona tengt atriði og það er sem er svona neyslu dreifing sko. Og þú veist og það er það sko að flest okkar hækka í launum svona til 50 svona frá 20 til 50 þá hækkum við í launum en við viljum helst ekki bara tróði okkur fullt af Snickers 50, þú veist, erum 50 ára skilur við viljum borða bara svona nokkuð jafnt Snickers í gegnum æfina og þess vegna tökum við námslán skilur við að því að við viljum ekki vera bara algjörlega að geta það sem úti frís á meðan við erum að læra og náttúrulega sumir þurfa að taka námslán einfallega því að þú veist þeir hafa ekki bakland í annað en svona þeir sem að kannski aðeins hafa aðeins betra eða skilur er aðeins meira svona forréttinda koma meiri forréttinda bakgrunni eins og ég sjálfur bara sem dæmi að við tökum samt námslán bara til þess að ná einhverjum svona grunn neyslu sko og þá greiður fyrir hana bara þegar launin hækka skilur að því veist það er líka það sem ég teki eftir veist, núna, veist, ég sé ekki eftir veist, mínum námslánum neitt skilur, bara veist, ég hafði ekkert eitthvað rosalega gott sem námsmaður en ég hafði samt mikið betur en án þeirra og ég er alveg bara mjög ánægður að því að mín veist, í dag, ég hef aldrei getað að vita hvað ég væri í dag en í dag vill ég ekkert kaupa mér eitthvað mikið meira en þegar ég var í námi skilur, ég bara, veist, það er nákvæmlega sami maturinn, sama dæmið ég þarf að er aðeins meiri útgjöld en veist, svona þessi neyslu dreifing hefur gert það verkum að ég hef átt bara svona þokkalega næs ekki næs en just, ég hef bara haft það fínt skilur í gegnum allt þetta sko. Og þetta er svona pínu þetta er svona áhugavert þegar fólk er að, veist, að eðlilega hvart yfir að greiða námslánuna því að það kemur einhver reikningur í hausna og bara Jesus, djöfull er þetta mikið en það er samt svona oft gott og ég hugsa alltaf svona hlýlega til háskólaára minna þar sem að þú veist, ég hafði ekkert ég var ekki á bíl en veist, ég gæti farið erlendis í nám og bara ótrúlega gaman sko. Og þetta er þessi neyslu fortíðareiki var bara láta framtíðareika bara lána framtíðareika sko. Og þetta er það sem að veist, og þetta er það sem að er pínu vannmetið finnst mér oft sko. Og veist, það er svo stemplaðið okkur að spara sko, sem að náttúrulega bara á að gera líka en veist, það er líka bara allt í lagi að ganga að eyða hlutfærslega meira í avokado í dag en þú gerir þú 50 ára skilur, að því að tekjurnar munu líklega að hækka svona, það er og svo sem kannski ekki beint tengt nautnagildi en það er einmitt svona þetta að taka námslán á námsárum þetta er í rauninni kannski ekki ósvipað því að taka bara húsnæðislán þegar þú kaupir húsnæðislán af því ég hef ekkert gagn af því að búa í einum 480 af húsnæði sem er það sem ég borga á hverju mánuði af húsnæðinu hérna. Veist, ég þarf allt húsnæðið núna og mun bara borga það út í því óendanlega eða allavega til framtíðar þannig þetta algjörlega sko og námslánakerfi eins og segi veist, það er alveg að mörguleiti mjög jákvæmt sko, þannig sko, að það sé til þetta kerfi allana sem að komi líka og gefi fólki tækifæri að því þú þarft ekki að leita lengri en á Hagstöðun að sjá hvað 3 ára háskóla þýðir sko. Það þýðir bara það að þú bætir tekju möguleika en að talsvert og auðvitað er þetta ekki satt fyrir alla og ekki línulegt og ekki bara allir fyrirvararnir og sum fög eru með lægri tekjur en aðrar og allt það en svona almennt bara svona eitthvað svona miðgildi að þá er þetta fjárfesting sem er mjög góð og það að sérstaklega fólk sem að hefur færri tækifæri kemur úr erfiðar umhverfi skilur, hefur ekki sama bakland og margir
geti nýtt sér þetta er mjög mikilvægt sko. Akkúrat. Svo maður alltaf auðvitað deilum það hvort að þú veist, pæla meir í því hvort að þú veist, það ætti að bæta þeim það upp aukalega skilur og ég er bara alveg til í það sko. En hérna svona pínu svo þetta í Þýskalandi sko, það sem að fólk sem að hefur bakland það er ætlast til þess að foreldrar styrkja það meira sko. Já, það er þannig. Já. Það er, þú veist, þú færð lágmarksframfærslan er sko háð veist, eða þessi styrkur raunverulega er háður er háður bara, þú veist, baklandinu sko. Það er mjög merkilegt. Já, það er mjög merkilegt. Já. Svo svo er í þessu svo við höldum áfram með bókina. Það er konsept sem að hagfræðingar hafa lengi velt fyrir sér og það er jól. Já. Og þú veist gerir ráð fyrir að Berglind Festival hafi kallað það jólahagfræðing. Nei, það var Steingrímur J. Sigfússon. Það var Steingrímur J. Sigfússon sem kallaði jólahagfræðing. Það hafi verið góður þessi jólahagfræðingur. Það er bara, þetta fór á kápuna, þetta fór á kápuna. Ég leiði hans að þetta. Bara þetta fer á kápuna. Forseti Alþingis. Segja þýsku konu minni, já, forseti Alþingis. Hann kallaði mig góðan jólahagfræðing. Já, en jól eru þetta er eitthvað sem hagfræðingar velta mikið fyrir sér. Já, þetta er svona hvað má segja, svona hobby þetta er svona svolítið svona, þetta eru svona alvarlegir hagfræðingar sem að gera bara heavy duty vinnu, skilur bara að vinna svona hagfræði í einhverjum háskólum og þeir hafa samt alveg verið duglegir við að pæla svona í einhverjum liðaverkefnum í hagfræðinu sko, nei í jólunum sko og veist, og sérstaklega þá í gjöfum sko. Og þú veist, þetta er bara svolítið nokkuð lýsandi fyrir þangagang hagfræðinga hvernig besta lausnin hefur þróast sko. Og uppalega var sko lausnin að basically bara að hætta þessu, bara gefa fólki pening. Já. Þannig að ef þú myndir að gefa mér gjöf sem kostaði 5.000 skall og gefa mér bara 5.000 skall, ég ætla að gefa gjöf sem 3.000 skall og gefa bara 3.000 skall. Frekar hann að kaupa eitthvað fyrir þig fyrir 5.000 skall sem þú vilt kannski og gefa þér það. Já, sem þú bara vilt, já nákvæmlega og svo veist, og rökin alltaf sko að það sé allar tapa því að þú veist að ég get ekki vita nákvæmlega hvað þú vilt þá gef ég þér oftast ef ekki alltaf eitthvað sem að þú hefðir annarkvæmst getið keypti sjálfur eða er verra en það sem að þú keyptir skilur mig. Þannig að þú veist, þannig að ég get í besta falli gefið þér akkurat það sem þú ætlar að kaupa þér til langaði og þetta er svona sem hagfræðingar kallar allra tap, það er þessi svona mismunur á þeim verðmætum sem að þú veist, ég notaði þetta og sem að þú metur þetta og þetta var svona fyrsta lausni, það bara ok, þetta gengur ekki upp, jólækja gangi upp, bara, þú veist, við höfum bara eða þessu, þú veist, og fólk bara kaupi sjálft það sem vill að því að það veit best hvað vil en í þessu er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega bara uppfullt af forsendum og bara algjörlega þeorískt módel. Þannig að það fór einhverjum að skoða þetta og það voru rannsóknir gerðar á allara tapi og það, veist, fyrst var gerð rannsókn sko, sem að gekk út af það að spurja fólk sko, veist, hvers virði það héldi að gjöfin sem að gefin hefði kostað og hvað þau hefðu borgað fyrir hana sjálf. Já. Og þetta er mjög mikilvægt punktur að þau spurðu sko, fólki sem fékk gjöfina hvað helst það að kosta og hvað þau hefðu borgað fyrir hana sjálf. Og þá sagði ég, þetta kostar ábyggilega svona $50 eða eitthvað og ég hefði borgað 30. Já. Og þá reiknuður út, já það er allar tap, bara við erum búin að sanna þetta. Bara jólagjær sökkar aflýst. Og en þetta er náttúrulega ekki alveg rétt aðferðafræði, af því að þau get ekki vita verðið. Þú þarf náttúrulega að vita raunverulega verðið. Akkurat. Til að vita það. Og svo var næsta rannsókn sem að langa að bæta þennan mikla litteratúr sem að tók verðin og gildi og bað fólk að bæta við huglægugildi sem sagt, ok, þetta kostaði 30 og fólk sagði, já, þetta kostaði þetta ég með þetta á 30 en mér finnst hann svo, hann hugsaði svo vel út í þetta og hún pældi svo mikið í hvað ég vildi að ég myndi borga auka 20 fyrir bara þessa tilfinningu og þá var þetta allt í einu komið á haus þá var þetta betra en að gefa þér pening og þú kaupir nákvæmlega sem þú vilt. Það var ískraði einhverjum hagfræðibremsum hérna. Nákvæmlega. Og annað sem kemur í þessu, þetta er náttúrulega fórnarkostnaður sko. Þú þarft ekki að fara að rannsaka eitthvað, hvað sinnep eitthvað, það er eitthvað geðveikt sinnep koma á markaðinn. Þú þarft ekki að finna það. Ég þekki ógeðslega vel og ég geði sinnep og þú bara geðveikt. Og þetta útskýr líka af hverju fólk hélt að hlutirnir væru dýrir í fyrri rannsókninni. Það er bara ekki, þetta er geðveikt, skilur við. En
en svo kom síðasta lausnin sem átt að leysa þetta sem að sagði nei, við getum bara að gefa gjafabréf og gjafabréf fullkomlega því þá segir bara hérna er peningur og smá tilfinninglegt gildi því ég veit að þú elskar hérna Elko þá færðu þetta inneign í Elko og þá tóku þeir og það var alltaf svolítið sniður þá tóku þeir sko endursöluverði á eBay á gjafabréfum og þess að þetta getur ekki verið betra að því að endursöluverði er alltaf 20 eða skilur eitthvað kringum 20% ég man ekki nákvæmlega hvað 20% lægra en verðmæti gjafabréfsins sko þannig að þetta litratúrin fór við í heilan hring sko þannig að það er svona kviðdómurinn er ennþá úti á það hvort að við ætlum að halda jólin já, ég er á því sko að óskilvirknin sé bara algjörð líkilatrið sko og veist að því ég kemur á svona fjölskyldu sem að bara er í löss á Þorláksmessu eitthvað að mamma fær eitthvað lösskúlur og eitthvað pappadraman eitthvað að kaupa eitthvað svona ég fara svona menningu sko og mér finnst það alltaf bara allt í lagi bara já, þetta er stemming sko og þá fæ maður svona eitthvað að það er svo dýrt ég fekk einu svona hjól 2 ár í röð svona 18 gíra eitthvað þegar ég var 11 ára það var bara eitthvað pappi eitthvað það er gefum honum hjól hérna en þetta er svona síni bínu óskiljum ykkur sko klálega sko en þetta er alltaf verið bara ég er bara fullkomlega fínn í þessu og svo giftist ég konu sem er þjóðveri og þjóðverjar eru krútlegasta fólk í heimi og þeir elska jólin og páskana og ég bara einhvern veginn komst í einhver svona stemming og þess að þau eru alltaf að föndra eitthvað búa til eitthvað svona origami báta og búa til ferðir og bara pæla ógeðslega mikið í gjöf svona ógeðslega romantíst bara svona dæmi og þau eigðu engum peningi í þetta en þau bara elska þetta ég bara já þetta er óskilvirknin skilur þetta er ógeðslega óskilvirkt á pappír en þetta er verðmæti skilur þetta er svona fallegt og þegar maður er svona er í hagfræðiheiminum sko þá verður allt svo klift og skorið skilur mig maður bara, já, A er betur en B og þess vegna gerir maður A en ekki B en á móti kemur að þegar maður hlustar á þegar maður sér þetta, þá maður bara, já, þetta er bara svolítið tilgangur lífsins er bara óskilvirkni sko, og bara pínu sko. Inn í þetta þó ekki óskilvirkni svo að þú komst upp með það að gefa konunni ryggsugurópa já, hún er hagfræðingur sko. Já, einmitt, það hjálpa kannski það hjálpar og setja svona footnote ekki gefa maggaðinu ryggsugurópa nema hann sé hagfræðingur það var ógeðslega fyndið sko áður en ég skrifaði eftir ég skrifaði þessa grein upparlega og hún er svona talsveit öðruvísi í bókinni en ég endur skrifaði hana en þegar ég skrifaði grein upparlega að þá ég nota ekki Facebook en ég kíki stundum inn á það svona þegar ég gef eitthvað út þegar ég svona forvitin að sjá hvað kommentaheimurinn segir og þá var einmitt svona þessi grein og það var bara svona eitthvað 1000 komment allir bara eitthvað annarkvort bara brjálæðir eða eitthvað að lofa þessa grein hún heitir sko af hverju gaf ég konunum minni ryggsu í jólagjöf sem er náttúrulega mjög svona reyna að vekja upp einhver læti sko sem einhverju stælar í mér svolítið sko fá fólk til að lesa hana og hugmyndi með greinni með að pakka þessu inn sko þannig að fólk skilji að þetta var í raun og veru frábær gjöf og ekki sexist það var 0 og það var svona pælingin og það var einhver kona sem skrifaði á Facebook bara eitthvað hvað er að þessum manni bara ekki væri ég til að vera konan hans bara eitthvað svona allir bara svona brjálu sko og svo svaraði einhver önnur kona, heyrðu, lestu greinina svo kom, heyrðu, frábær grein og þetta var ógeðslega fyndið, þetta er bara svona samloka bara fullkomin samloka, þetta er bara besta sem ég sé á æminni en pælingin er svo sko að við eigum sko bara, við búum í litli íbúð í Köln, ég og konum mín og þú býrði í svona borg eða við stóra götu og þá bara safnast rík ógeðslega fljótt upp heima bara svona og sérstaklega þessi íbúð bara, hún bara framleiti það sko en ég er einhvern veginn svona alveg mjög típiskur eitthvað svona dúd skilur bara eitthvað svona ríkblindur, já þetta er það útbreytt meðal kallmanna ég held að þetta hljóta að vera sjúkdómsgrein já, einmitt, nákvæmlega, við erum að fá recept nei, ég bara sé þetta ekki jú, kannski svona eftir svona mánuð það bara, heyrði ég hann var rík svo eða eitthvað það var að vaða rík þegar það var rúlla eins og svona það fara að tala við þau hotnir svona eins og kafbóðið rúlla framhjá en þá en kona mín er mjög næm á þetta sér þetta strax og er bara þeim mjög í töðunar á henni að sjá rík skilur og fyrir vikið að þá tekur hún bara fyrir upp ríksöguna og eyði meiri tími í ríksögun ég og það er náttúrulega mjög léleg útkoma fyrir heimilið að því að þó ég meti það ekki eins mikið að þá er samt alveg næs að búa í ríklussu íbúð og ég nýt þess ytri áhrifin eru jákvæð
en þetta system meikar ekkert sens á okkar heimilega því að kona mín þénar mikið betur en ég og að hún sé að eyða tímanum sínum sem hún gæti bókstaflega eitt í vinnunni því að hún er í 80% vinnu því að veist, hún er í 80% vinnu hún gæti bara bætt við sér vinnu og ég bara borga mér laun sem eru hærri en laun í mínu vinnu fyrir að ryksuga og þá veist, þá fór ég að pæla í þessu að, veist, að lausnina hlýt að vera að fá annarkvæmt einhvern til að koma og ryksuga sem að veist, við vildum ekki það er svona eitthvað eða að nota tæknina sko. Og ég fór í mikla rannsóknarvinnu fann ryksu sem ég held að er bara algjörlega fullkomin fyrir þetta verkefni og ég reiknaði út sko fyrir þegar ég skrifaði þessa grein 2017 uppalega eða 2018 að meðan við 2 ára líftíma ryksugunar að þá væri sko tímakaup ryksugunar eitthvað kringum 400 kall og nú eru sko 3 ár liðin og það bara fyrir alltaf lækandi og hún er bara að ryksuga frítt já basically afskrifa fjárfestingar sko. En lykillinn í þessari greiningu var náttúrulega sko þessi fórnarkostnaður sem að hún einmitt hafði bara tæklað sér hærri fórnarkostnaði að ryksuga en ég og hugmyndi var að skrifa eitthvað fyndið skilurðu en líka að að deila þessum hugmyndum með fólki og kona mín elska þessa gjöf sko ég gaf henni alveg sko líka mjög dítilað svona handskrifaða sönnun á því að þetta væri besta lausnin fyrir heimilið og gaf henni sko Excel-skjali sem ég notaði til að bera saman ryksuga þannig að hún kunni mjög vel að meta vinnuna sem fór í þetta er leið hagfræðings til að segja að annan hagfræðing mér þykir ótrúlega vænt sín hún Excel-skjali ég var að hlustendur við að reyna þetta nema þessi í sambandi við hagfræðingin alltaf leið já, nákvæmlega, nei, þetta er alveg ekki með viðvörun orðum sko en bara svona, svo ég opnum með það sko ég er eiginlega búin að biðja ryksugarópet í jólagjöf því mér leiðist á ryksuga og það bara, þetta er bara eitthvað sem ég vil útvista til tækninar alveg 100%. Þetta er náttúrulega snill sko. Þú þarf ekki einu sem vera heima þegar ég sko. Nei, ég veit. Þetta er bara bylting og þetta er líka bylting sko, sérstaklega á ballusum heimilum sko. Þetta er aðeins erfiðar að nota sko, ef þú ert með smákrakka það er allt gólfur full af rusli bara það er líka bara full af einhverjum svona brauði með smörosti sem er eitthvað búið að smassa á gólfi að þá ertu meira í einhverjum svona skúringaheimi sko. Sópunar og skúringarheimi þannig róbótar eru líka til já ég veit ekki, ég er svona tristið mikið nei, ég svona veit ekki, ég hef ekki séð á funkara sko. Við þurfum að fá rannsóknir á þessu já ég held að það kemur á mig glæði sko. En talandum börn þá er og það er kapli í bókinni sem fjallar sko frjósemi og fórnarkostnaði með það að eignast börn. Fórnarkostnaður er hugtak sem að hagfræðingar nota mjög mikið og kannski lýsir því á eftir hvað það þýðir í rauninni að því það fólk átti sig ekki alltaf á því hvað það þýðir í rauninni en mér langar svolítið að setja það í samhengi við sko, þátt sem að var hérna fyrir mjög skömmu þar sem ég talaði við Hlyn Hauksson sko áhrif þess það sem virtist vera samkvæmt gögnum frá meininga áhrif þess á tekjur kvenna að fara í fæðingarorlof það var að þær hækkuðu það svona allavega út frá svona þessum fyrstu mánuðum eftir að tökku eftir að fæðingarorlofi lauk og þetta stangast á við allar nánast rannsóknir sem hafa verið gerðar á afleiðingum barneigna á tekjur kvenna það bara hefur varanlega neikvæð áhrif á tekjur kvenna það lækka væntanlega borið saman við barnlausar konur í sömu stétt, ég þekki ekki hvernig þetta er gert en þetta já, þú kemur inn á þetta hafi áhrif á þessi fórnarkostnaður hafi áhrif á frjósemi og fá kannski svona komment á þessar pælingar og þessar tölur sem að voru kynntar hérna daginn. Já, fórnarkostnaðurinn þetta er náttúrulega nákvæmlega ef þú myndir taka bara svona hrá starffræðin búin til hagfræðingar sko. Við vorum að tala fórnarkostnað með ryksuguna. Nákvæmlega, já, þetta er beint aftur sko. Þá myndum við þá værum við semst börnin okkar síðasta kynslóð sem væri til skilur við. En börn gefa okkur náttúrulega einhvers konar nýtt. Það er einhver ánægja að eiga börn og þess með eignustu börn og líka í gamla dag gerðu þau gagn líka sko. Já, mitt. Framfleyttu þeir þegar varst gamall. Nákvæmlega og unnu á bílnu og eitthvað svona sko. Og núna gera þau minna gagn en eru bara ógeðslega næs, skilur, bara einhvern veginn gefa okkur eitthvað annað sko. En svona í grunninn sko að þá
hefur frjósemi náttúrulega hrunið á undanförnum árum og auðvitað líkil ástæðan að við vitum hvernig við hefum að stunda kynlíf á þess að búi til börn og við höfum tólin, pilluna, smokkarnir og allt það til að koma í veg fyrir að eignast börn óvart. En það sem spila líka þátt alveg ábyggilega fórnarkostnaður og fórnarkostnaður eitthvað sem að þú berð, fórnarkostnaður eitthvað sem að þú getur ekki gert af því þú gerir eitthvað annað. Sem sagt, ef þú eignast barn að þá geturu ekki hrunið á meðgöngunni. Nei. Til dæmis. Nei. Að þú ert kona svona... þú sofið heila nótt í heilt ár sem dæmi, þú talaði mann sem bara að sofna í stúdíónum eins og krakkar þannig að það eitthvað þannig að það og fórnarkostnaður nákvæmlega það að sofa út helgar að og líka bara í þessu tilfelli bara bókstaflega peningar þú að borga fyrir barnið, þú að kaupa eins og við rættuðum í þættinum síðasta þætti og þá að þú bara borga fyrir skóla, kaupa stærri bíl, gera alls konar drasl og þetta bara kemur beint af af launu og þetta náttúrulega alveg bókamál ein ástæða fyrir því að við eignumst færri börn en við gerðum og konur eru borga tvöfalt allavega eins og þú segir í dönsku rannsókn sem var gerð að það alveg bara svona mind blowing að horfa á tekjuþróun kalla á móti tekjuþróun kvenna bara tekjuþróun kvenna bara poppa niður á meðan þær í barneignarfríi og fer svo aftur upp á eitthvað svona flatt level og bara haggast svo ekki næstu 20 ári á meðan kalla bara svona sigla hægt og rólega upp tekjustegan og þetta bara svona einhvern veginn svona algjörlega bara svona hræðilegt ástand já og algjörlega og ég myndi að þetta náttúrulega líka alveg bara sorglegt fyrir alla því við erum ég gef mig það að konur séu jafn hæfar í flest störf sem að við vinnum nú til dags og þetta þýðir náttúrulega það við sem að tapa betri starfskröftum að meðaltali mögulega og þú ert að tapa fólki sem að hefði verið betri að skila meiru til samfélagsins með því að að þær með því að þær dræju vinnu eða hver sem ástæðan þannig að þetta er mjög neikvæð þróun en það sem er mjög áhvert í þessari greiningu sem að þeir sýndu einmitt að þá sýndu 24 mánuði fyrir og eftir og þá sýnaði að tekjurnar á Íslandi virðast vaksa skilur ég er mjög skeptisk að það sé satt ég held að það sé það má vel vera að, þetta er náttúrulega satt gögnin eru rétt en það er náttúrulega og það væri óskandi þetta væri rétt að sjálfsögðu og gögnin eru bókamál bara að segja sanna sögu, ég er ekki að segja það en það er náttúrulega þetta er 2000 manna þýði og svo eru alls konar áhrifþættir sem er ekki teknir inn í og ekki pælt í því sem alltaf og það sem náttúrulega helst er kallar til samverða skilur mig af því að hitt gengur náttúrulega allt út á þróun eins á móti hinn skilur mig og kannski lengri tíma líka eftirfæðingarorlof nákvæmlega og þetta horf mörg ára það var mjög mikil það er svona mjög þetta eru svolítið svona horfir á línuna í grafinu þeirra að hún er alveg svona rosalega mikið hún er svona svolítið sínusleg og það hoppar mikið upp og niður þannig að það er einhver svona á einsku heitir þetta noise það er einhver læti í gögnunum líka sem að maður þyrfti náttúrulega aðeins að pæli meira en börsið frá því gögnin eru gögnin og sína staðarinn 2000 kvenna á Íslandi sem að er stórfenglegt skilur en ég er svona einhvern veginn áður við komum í þáttinn þá svona leiti ég aðeins svona smá hagstofugögn og ég svona bar saman skilur bara svona hversu bara laun ég bara tók laun karla og og kvenna frá 2000 og ég man ekki nákvæmlega hvernig töluna voru en árið 2000 að þá voru kallar á aldrinni 30-34 sem að er svona algengur aldur til að eiga börn hann var bara hvort hann hefði 60-70% hærri heldur en laun kvenna að meðaltali eða tekjur en svo einhvern veginn bara að horfa á þetta er alveg rosa skemmtilegt að horfa á þetta að svo bara dregur þetta niður ferði að þá árið 2020 bara í ár og þá er munurinn orðin mikið minni hjá þessum aldurshópi sem að einhverju leyti styður við þar sem þeir segja að þessi munur er allan að
er allan ekki eins gigantískur hann var en auðvitað, eins og ég segi það þyrfti náttúrulega að fara alveg í sauman á þessu dóti til að skilja þetta og ég efast að konur komi betur tekjulega séð út úr í eignast börn í dag komi betur út í eignast börn fjárhagslega heldur en ekki sko. Allan ekki bæði launalega og svo náttúrulega líka kostnaðurinn en ég veit ekki, ég var í fjölskyldu húsdýrakarum í dag og þar voru bara eitthvað svona 6 pappar með svona 1-2 ára krakka í einhver svona geða eitthvað fíling og ég hugsa þetta gæti bara kannski verið að breytast bara geða þetta ég sko, hafandi framkvæmt sko fullkomlega óvísindilega rannsóknir á þessu að þá, sko, þegar maður eigraði hérna miðborgina í COVID því maður mátti ekki gera neitt annað og bara, þú veist, fullt af fólki út á gödunum ég var farin að halda það að það væri búið að setja einhverjar reglur gegn því að konur væri að keyra barnavagna því ég sá bara kallmenn með barnavagna og ég veit ekki, þetta er örugglega eins og töluðum áður við settum niður sko, Tesla áhrifin leið þú kaupir Tesla þá eru allir á Tesla það sem tilur á móti því að ég náttúrulega ekki barn en ég var að pæla í þessu þá sér maður þetta og maður sér kannski hitt miklu síður en mér fannst þetta var svona eftirtektarvert að sjá þetta. Nei, þetta er að breytast og ég held líka nákvæmlega að þú getur líka snúið fórnarkostnaðum á haus að þú veist að með því að vinna launaða vinnu að þá getur þú missur af æsku badnstíns til dæmis. Það er ógeðslega fyndin 30 Rock þú horfir á það væntanlega eins og flestir. Jack Donaghy, svona geðveikur businessmaður sem bara eitthvað svona forstjóri einhver sjónvarsrisa miðils í Bandaríkjunum og bara alltaf vinnandi 20 tíma á dag og bróksta metnafullur og svo fær hann eitthvað svona hjartáfall og lendir á sjúkrahúsi og hann liggur á sjúkrahúsinu og Liz Lemon sem er samstarfsmaðurinnar kemur hann inn sem er Tina Fey leikurina, hún kemur til Jack sem er Baldwin Alec Baldwin og Alec Baldwin leikur svona bara Tina, það er bara eitt sem ég sé eftir lífinu bara hvað það að vinna ekki meira og þetta rammar bara svo geðveikt inn þessar pælingu sko. og fórnarkostnaðurinn náttúrulega að því að vinna og vera með geðveikan ferilið það að þú bara missir af þessum árum barnaðina skilur og það er alveg dýrt að vera með þeim en það er líka mögulega þegar þú ert að leggjast út af mögulega kannski þess verði að bara að hægja á sér fyrir marga ekkert alla, ég meina að þetta er náttúrulega allt val en þetta er svona já, það má alveg snúa fórnarkostnaðum alveg á haus í þessum dæmum og en en þetta er alveg sett fram alveg á nokkur sko á þess að dæma eitt en eitt sko þú veist, fólk gera það sem að er þeim best skilur og þú veist, ég meina nákvæmlega saman sumir eignast ekki börna því þeir vilja lifa lífinu svona öðruvísi og það er bara frábært skilur Akkurat þá komi það bara síðan seinnilutan á sig hjá okkur en það er kapli í bókinni sem fjallar sanngirni og mikilvægi sanngirni og svona vaxandi mikilvægi sanngirni í þessum fræðum og þessum pælingum. Já, náttúrulega sanngirni er ótrúlega áhugavert og þetta er svona sanngirni versus samkeppni sem ég segi þetta svolítið fram í bókinni og að því að það er svona sanngirni var mjög lengi svona bara eitthvað svona ógeðslega fluffy hippa koncept sem er erfitt að setja flesta hendur á Já, nákvæmlega, þú gast ekki alveg sagt hvað þýðir það, hvað áhrif hefur hún hvernig mæli ég sanngirni Já, nákvæmlega, og hvað þýðir hún ég menna, það bara eru allir það bara vinna allir ógeðslega mikið og sem er bestu fær allt og svona dót og þetta var svona hagfræðin fekk ekkert rosalega mikla athygli en hefur ekkert svo sem nýtt en hefur fær alltaf meira og meira athygli og sanngirni sanngirni er sérstaklega áhugaverð að því að hún hefur hún er hefur eitthvað gildi í sjálfum sér og þetta er sem mjög merkilegt mér þykir mikilvægt að búa ekki á ójöfnu samfélagi skilur mig og ég hafi það ágætt þá vill ég ekkert hafa mikið betra á kostnað annarra skilur mig ég vil bara helst að við séum svona einhvern veginn á einhverju þokkalegu rói þar sem við höfum hvata til að meika en það sé ekki bara svona eitthvað grípur okkur ef eitthvað kemur upp á Nei, ég var alltaf ekki til að búa í San Francisco hefur farið til San Francisco það er bara svona einhver bilun það er bara svona ógeðslega flott borg og bara ógeðslega falleg hús og allir ógeðslega ríkir og hamingjusamir og svo bara endalaust fátækt og 10.000 manns heimilislausir 10.000 manns nákvæmlega, pældi því bara, og þeir eru á götunum, þú sér það allstaðar og
og maður bara miður sín bara, veist, og mér líður bara verð vitandi af að ég búi í samfélagi sem svona sko. Þannig að sanngirni hefur eitthvað gildi sjálfum sér. Kom reyndar upp sko, bara finnst þú nefna þetta í því samhengi að það voru einhverjir mann bara eiginlega kalla á illmenni sem að leystu sín vandamála heimilislausra í sínum borgum með því að gefa þeim flugmiða aðra leiðin til San Francisco. Oh my god. Þetta var alveg svona hrikalegt dæmi að því þar var svona tiltölulega gjöfult velferðarkerfi á bandarískan mælikvarða að það bara, heyrðu, bara skutluðum þangað, þar er aldrei frost, þetta degi ekki, það geta bara sofið úti og bara laus við þetta. Almáttugur. Hrikalegt. Já, ég veit alveg ég trúi þess allan að þetta sé einhvers virði í sjálfum sér en líka bara að lífið er ósangjant skilur og það, við talum að jafna tækifæri, það er mjög algengt, þú heyrir hérna frasa, jafna tækifæri og það er alveg rétt. Það er kannski mikilvægast að gefa öllum sama séns en það er ekki hægt að gefa öllum sama séns. Nei, það er mjög erfitt að gera það. Það er bara ekki fræðilega, bara sumir fæðast inn í umhverfi sem að það er ekki hægt að jafna tækifæri. Þeir komast aldrei á þann stað sem aðri koma af félagslegum ástæðum eða einhverju og dæmi sem ég tek í bókinni er með fæðingardag fótboltamanna sem er náttúrulega mjög fyndið dæmi sko. Ég er engan sérstakann áhuga á fótbolta ég var alveg gaman að ég horfa á hann en ég þurfti að googla hvort það var 11 og 12 í hvoru liði sko. en ég vissi af þessu og þetta er ekki mín uppalega hugmynd en ég tók gögn saman frá sem að sýnir sko fæðingar mánuð fótboltamanna og það er alveg magnað og grafir í bókinni það er alveg magnað að horfa á þetta og að því að sko inntöku árið er í janúar í Evrópu, ekki Bretlandi en í Evrópu er það í janúar og þá sem sagt sérðu bara svona graf sem er bara svona beinlína niður sem bara langflestir sem spila í efstu deildum Evrópu eru fæddir í janúar, febrúar, mars og bara helmingi færri í síðustu 3 mánuðum ásins og þetta er bara svona ógeðslega gott dæmi það bara að eitthvað sem færð bara í algjöra tilviljun og vöggugjöf mótar það er bara ákvarða það að mörguleiti hvort þú verðir atvinnumæður í fótbolta eða ekki. Akkurat. Og þetta er nákvæmlega sama með tekjur og með vinnur og allt að þetta er bara í gegnum allt virðist þetta vera trendið að þú fæðist nær inntöku árinu eins og við erum með þú fæðist í janúar á Íslandi fyrir skólan vegna skólaásins að þá ertu að öllum líkindum að fara að standa þig betur skilum og það sem er svo áhugavert við fótboltagögnin sérstaklega er það að þegar þú ert komin inn þá skiptir ekki máli að þá tekjur, það skiptir, þú ert ekki líklegri til að vera betri fótboltamaður eða þú færtur í janúar en desember ef þú kemst á þannig stað. Það er bara meiri líkur að þú komist inn í leikin. Komist inn. Já. Og þetta er nákvæmlega sami í okkar samfélagi sem ég er að meina með sanngirni það að fólk kemst bara ekki inn til að byrja með út af einhverju og þá er rík ástæða til þess að sjá til þess að þeir sem hafa langminnstu tækifærin og hafa það verst hafa það þó allan þokkalegt. Akkurat. Það er svona allan og ég held að það sé bara samfélagsleg bestum sko. Já, einmitt. Og það er svona, það hefur svona því að vera kasta fram að, sko, að þrátt fyrir alla vankanta þá er Ísland alveg bara frekar gott land. Já. Það er langt í frá að vera fullkomið og margt sem á að gera betur en það hvað samfélagið er þó svona þokkalega jafnt þegar kemur að tekjum og tækifærum og svona það sem er kallað félagslegur hreyfanleiki, möguleikaðin til að vinna þig upp úr því að vera bara á vondum stað úr einhverju lágstétt, hvernig sem við skilgreinum það og yfir í það að bara fá þokkalegt háskólapróf og bara góða vinnu og góða tekjur. Þetta eru tiltölulega miklir möguleikar og hafa verið það gegnum tíðina á Íslandi. Þetta er svona talað eins og eina ástæða þess hvað svona popúlistaflokkum hefur gengið bara rosalega illa að komast á framfæri á Íslandi. Það bara, þú veist, það gerðu grína þessu þegar allt fór í skrúna eftir hrunið og það voru svona, þú veist, AfD í Þýskalandi fór að gera eitthvað í alvöru sem er alternativ fyrir Deutschland sem eru bara, ég veit ekki hvort þið getum kallað á nasista en svona, þau ekki bara að gera það. Þetta er svona helmingur nasistar, helmingur eitthvað snar, bara svona populistar miðflokkstæl. Já, akkurat og það, þú veist, þessi hópar náðu fótfestu þar. Hér kom bara Jón Gnarr. Já, nákvæmlega. Og það bara, besti flokkurinn kom bara og fór að gera grín. Já, nákvæmlega. Ég held að það sé engin spurning að
þetta er náttúrulega mikið talað um Trump í Bandaríkjunum að ójöfnuðu hafi spilað það þátt. Mér veit það er ekki tæmandi skýring að því að þú veist það er ennþá þeir sem hafa það sko, eru fátækastir að hafa minnst, þeir kjósa ennþá demokrata sko, þannig að þetta hefur spilað stóran þátt á jaðrinum sko. En þetta er samt alveg bókamál, veist, ef þú hugsar sko, líka því að auður er relatífur, skilur mig, þú veist, ef að þú upplifir þig eins og þetta að vera fátækari þó þú sést ekki að vera það, þá líður þér kannski fátækari, skilur þetta er svona svolítið erfið pæling sko, veist, að ef þið líður eins og aðrir sé að fá eitthvað meira en þú veist, aðrir taka fram úr þér og kannski með ósangjöndum hætti já, þú veist, og ég meina við segjum okkur svona oftast að ef við trúumst eftir úr að það sé eitthvað svindl, skilur við erum svona þannig manneskjur sko, ef þú tapar þá var það bara því að hinn var eitthvað að gera eitthvað, en þú veist ég held að sko að þessi pæling sko að sanngirni skiptir máli, ég tók dæmi úr þarna aparansókninni hjá Val það sem geggja myndband sem þú vísar í já, ég mæli með að allir fara að horfa á myndbandi þegar að það heitir eitthvað, þú veist, 2 apar á ensku, 2 apar fengu mismunandi borgað. Ég er nokkuð sem ef fólk bara googlar 2 apar ósangjönd, 2 monkeys unfair pay eitthvað svo leiðis, þá fáið þeir þetta myndband. Og þetta er svo geðveikt sko, þú ert með 2 svona smá apa, hettuapa heitaði víst, og þeir við gera eitthvað svona að gefið að sækja stein og færa hann hinum einn í búrið og í hvert skipti sem þeir sækja steinin fá þeir agúrku og þeir bara 2 apar hlið sjá hvern annan og þeir eru aðgrendur búrum samt og svo sækja þeir steinin, fara með hann, sækja sér agúrku, sækja hann stein fá sér agúrku, gera bara svo er svona miður rannsók hvar annar apinn vínber og þeim finnst vínber þeir þekkja bræða þessu og hinn apinn bara byrjar svona sækja steinin þeim með hann og fær agúrku og hann svona fær aftur agúrku og hann trillist algjörlega trillist, honum finnst alveg agúrka mjög næs en hann trillist og hættir að borða agúrkuna, grítir inn í ígörinn þetta er ógeðslega fyndið en maður sér líka hvað hann er ógeðslega rauð hann er brjálaður sko, hinn apinn bara en þó bara að fá vínber alveg bara útrúlega vandræðilegur ábyggilega, ekkert sérstaklega sáttur við ástandi skilur, hefur ábyggilega bara sáttur þeir eru báðir að fá sér bara agúrku en já, heldur áfram og þetta er einmitt svo lýsandi sko, að þó svo að þú hafir ekki verra ef aðrir fara fram úr þér og þú finnur fyrir því að þá ertu jafnvel til í að eyðileggja sko. Og þetta er það sem er svo klikkað sko. Og þess vegna er þetta svona bara eitthvað sem fyrir stöðuleika samfélagsins að lendi ekki of miklum ójöfniði virðist skipta máli. Já, einmitt. Við skulum slá botnin í þetta með því að tala jaðarnýtt peninga og líka eitt sem er eitt af eins og mjög uppáhals að ég er í smá framkvæmdum heima hjá mér, það eru fallandi jaðarnýtt og ég er svona ég pæli mjög mikið í því konsepti. Ef þú getur aðeins farið út í þessa hluti. Já, ég held að flest allt sem við gerum í lífinu hafi fallandi jaðarnýtt og við getum átt að vera í Snickersið. Já. Þú farir 1 Snickers, geðveikt, namn Snickers, nétur, karmela, súkulæði, geðveikt. Svo farir 2 Snickers, en það er alveg gott sko. Svo 3 Snickers, allt í lagi, 4. Þú farir að vera vond. Já, 5. þá er bara óglatt, þú bara 7 á sér eftir. Bjór ábygglega ennþá betra dæmi sko. Þú veist, komur á 7. bjóruna, þú veist, þú verður þunnur í þokkabót, en það er reyndar, kemur ekki inn í. En þetta er nákvæmlega, það sem þannig, nýtt eru bara orð yfir ánægju, skilur, þú veist, þannig. Það er bara að segja, jaðar ánægjan, bara viðbótar ánægjan sem þú færðu hverjum hlut á það til að minnka. Ef þú kaupir íbúð sem er 100 fermetrar, þá áttu geðið sáttur, ef þú kaupir aðra 200, þá er það alveg fínt. Ef þú kaupir 2000 fermetra, þá veit ég hvort það sé eitthvað. Það er ekki, 200 er sennilega 2-falt betri en 100, en 2000 er ekki 10 sinnum betri en 200. Það er kannski 2 sinnum betra. Já. Nákvæmlega, það er betra. Já, það er definitely betra en það er ekki endilega, ég myndi frekar velja 200 fermetra en 2000, bara svo það sé sagt. Sammála. Nema að ég væri með 7 Rixu-róbota. Já, þú væri með svo her Rixu-róbota á hverri hæð. Nei, en þetta eru jaðarnýttin sko, og jaðarnýtt eiga við, það sem er svo skemmtilegt í jaðarnýtt er það að þau eiga við bara eiginlega allt sem þú gerir. Og þú segir að þetta er tiltölulega nýtilkomið inn í hagfræðin, er svona ekki jaðarnýttin sjálf, jaðarnýtt eru bara það er bara en jaðarnýtt peninga jaðarnýtt eru alveg
bread and butter sko. og þú þú tekur alveg frábært dæmi það sko milljónin sem Björki Tór og David Beckham fengju í viðbót til að veiða sko laxa út með tætara á þyrlu það var eitt af þessum dæmi þar sem ég hló upp á það fyrir ímynd það sér alveg fyrir þér ég sé það fullkomlega fyrir mér þetta er nákvæmlega þetta er sko jaðarpeningar hafa alveg lengi verið til og bara Milton Friedman skrifaði með þessum og mjög skemmtileg grein sem hann skrifaði fyrir löngu síðan og sem að hann færi rauk fyrir því að jaðarpeningar fara hækkandi og það er sem sagt að segja það að ef þú gefur Bjögga Þór milljón þá gleður það hann meira heldur en það gleður mig skilur við okay. þó ætti að gleða mig mikið meira hvernig verðinni þetta er mjög áhugaverð rökstundafærsla hann færi rökin byggjast af miklu því að fólk heldur bara alltaf áfram að safna peningum og þetta er svona pínu starfræði en þetta er svona líka pínu létt sko þó að hann hafi svona oft svolítið vond orð á sig hjá mörgum sko að þá var hann alveg ógeðslega bara hann var ógeðslega sniður skilur og bara margt sem hann gerði sem var mjög sniðut og ég hef mjög gaman á hann en þetta hann færi rök fyrir þessu en þetta er alveg gegn því sem við trúum sko í dag og þetta fara alltaf meir og meir í vikt svo staðarind að jaðarkrónan skiptir minna máli eða viðbótar milljónin tölum bara það sem jaðarmilljónina að hún hefur miklu minna gildi í huga þess sem nú þegar á 1000 milljónir heldur en þess sem á 0 þannig að þú gefur bara einhverjum sem er að bara byrja í háskóla milljón að það er bara geðveikt, hann getur bara keypt sér góðan mat, hann getur leigt íbúð í hálft ár þetta bara breytir lífan skilur við, en einmitt nákvæmlega þú gefur Bjögga Þór og David Beckham milljón, að hún fer bara í eitthvað svona sundlög eins og Jókim Aðalund á og þeir halda bara áfram að gera allt eins og þau gerðu áður þetta verður engin áhrif á líf þeirra, þetta er bara þú getur gefið krónu, þú getur tekið þessa milljón aðeins, þeir myndir ekki finna fyrir því og þetta er náttúrulega nákvæmlega ástæðan fyrir því að að það er ekki eins mikið vandamál að skatleggja mjög háar tekjur til að hátt oft sko. Nema náttúrulega fólk nema náttúrulega að Milton Friedman hafa haft rétt fyrir sér og fólk elski milljónina svo mikið að það fari bara í eitthvað mix í einhverjum eigum í Suðurhöfum sko. Þannig að það er svona pælingi sko. Og þarna komið sko, fallandi jaðarnit ég sá rosalega gott myndbandum sko, fallandi jaðarnit á sófum það sem að par var að deila það hvar þeir sköruðust hversu dýran sófa ætti að kaupa og annar aðeins í sambandinu hafa bara ódýrasti sófinni með mestu nitin og fyrir hverja krónu sem þú eigir í viðbót í sófa þá lækka það sem þú færið fyrir það sem þú setur í sófan það er alltaf, þú ert alltaf að fá minn og minnas ódýrasti sófinn, hann sófar alveg jafn mikið og einhver dýrari sófi og meðan hjá hinum aðeins í parinu í sambandinu þá var það þveröfugt að nitin voru nánast engin þegar það var mjódýr og jökust rosalega mikið eftir því sem var dýrari að þér virtist í debatnum og svo sköruðust þessar línur á einhverju svona komist ódýrum sofa nákvæmlega, þetta er rétt þetta er nákvæmlega margt í lífinu nákvæmlega svona sko, það er það að ég meina, þetta er nákvæmlega nitin af 1 fermetra íbúð eru mjög lítil 10 fermetra ef það er 10 fermetra íbúð þá er það alveg bara mikið betra milljón svona betra heldur en 1 fermetri og svo kemstu upp í einhverja svona 50 fermetra og þá byrja nitin að verða minni eða jafnari fyrir hverja einingu og þá kaupir þú náttúrulega þá íbúð eða hagfræðingur sem að akkurat er með bara það sem að byrja að falla í rauninni nei, ekki endilega sko, þú kaupir þú akkurat það sem að sko þitt nýtjafall skarast þannig sko. Þannig að þú veit bara þetta er krónan sem ég til ég vill 68,7 fermetra af því að það passar akkurat við mitt nýtjafall en þannig virkar náttúrulega ekkert og þetta er hagfræðingurinn sem að þú ert að berjast við að svona kveða í kútin að sína í bókinni fjallum það er ekki svona sem hlutinir eru kannski nei og svona að segja sko það er alltaf að byrja að hugsa þetta svona og hugsa svo heiminni svona ég held að þetta séu svo við skiljum eitthvað eftir í bókinni eins og svarið við spurningunni því af hverju Monopoly er svona leiðilegt spil af hverju Loraxin hefði átt að einkavæða öll trén það að þú hafir fengið fólk til að gera tilraunir með rafrænar marketistórsir mér finnst það alveg geggjað og að þú hafir reiknað út afleiðingar og áhrif þess að þrengja grensásvegin svo fátt eitt sér nefnt því að við skulum leyfa lesendum að eiga það inni ég
mæli eindreið með því að fólk kaupið þessa bók eða hefur snefil af áhuga á hagfræði og vill svona kynna sér þau tæki og tól sem að hún býður upp á til þess að skoða alls konar skemmtilega hluti, þá já, bara farið og hvað er þetta að fá þessa bók? Bara í bókabúum allstaðar sem að allan á svona þeim sem að maður kannast með svona nöfnin og á forlagið.is er hægt að kaupa hana sem vefbæði bæði sem bara svona rafbók og náttúrulega sem bara vennilega bók og ég held að þessi að kaupa Kindle útgáfu á Amazon held að. Hún er ekki verið hljóðbók? Hún verður hljóðbók? Já. Næs, ætlar að lesa hann sjálfur? Nei, ég hef engan áhuga því sko. Okay. Það verður leikari sem er búið að ráða til að lesa hana og bara ég er mjög spenntur að heyra hana. Frábært, gaman að heyra. Takk kærlega fyrir spjallið, þetta er búið að vera rosalega skemmtilegt og fróðlegt og áhugavert. Gaman að ræða þessa hluti við þig. Og ef þú kæri hlustandi hafðir ánægju eða gagna þessu spjalli þá máttu endilega benda vinum þínum og fjölskyldu á að hlusta á leitina að penningurum. Og ef þú lumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál, vilt spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda, máttu endilega hafa samband á Facebook-síðunni leitin að penningurum. Takk fyrir að hlusta.